Gummi, ég byrjar aftur nú eftir langt hlé. Ég reyndar ennþá í sumafríi, tæknilega séð, með fjölskyldunni. En Superman var að koma í bíó og ég hugsaði með mér, ég verð að gera mynd Superman. Þú DC-gaurinn minn, stattur í Batman Ball og þú tókst upp með mér DC-þætti, þá eru fyrstu þættinni þínir. Ekki núna, er ekki 3 ár síðan? 2 ár síðan. Ég held að sé allan að 2,5 ár síðan við tókum það upp, sko. Já, það er svo þið fyndið, sko, því ég var að gefa henni út núna fyrir alla, opna fyrir það voru gamlir áskriftir þættir hjá mér. Þannig að þú veist, fyrir fólk sem kannski bara fylgst með podcastinu og ekki fylgst það mjög vel með, þá var það sé bara vika á milli. Já, skilur það, 2 vikur á milli. Nákvæmlega. En það alveg, já, kannski allavega 2 ár sem við tókum þá upp. Þar fórum við yfir rosa margar DC-myndir. Já. Svo gerðum við þátt sem heitir Gods and Monsters. Þar sem við vorum að farast yfir þessar fréttir varandi DCU-heiminn, hennar nýja. Og það var svona okkar pælingar og svona, fyrir hvað verkefni við spenntastir og svona. Og það er núna svolítið síðan að það gerist, það er meira en ár, 1,5 jafnvel. Það er eiginlega hátu 2 ára eitthvað. Já, það er svolítið síðan. Og þar á meðal ræðum við aðeins Superman, sem hét, ef ég maður rétt, á þeim tíma, þá hét hann Superman Legacy. Það var ekki búið að taka út þennan undirtitil eða hvað vill kalla það. En það heitir bara Superman í dag, og það var tímsa pælingar hjá okkur. Það var þetta Superman. Og ég maður þetta reyna, við tölum það að það veltast mikið á henni. Þetta er byrjun á þessum heimi, er svona alvöru byrjunin, fyrir utan þetta Creature Commandos stótið. Þannig að ég er spenntur að ræða við þig eftir smástund. Þannig að þessi þáttu verður Superman-myndin, svo munum við líklegast fara aðeins yfir Creature Commandos, kannski aðeins Penguin og svona DC-dót. En eitt ánum byrjum. Hvað ertu með þetta, Hafi? Þetta er svona æft leik. Ég er búin að vera í pásu, meðal annars út af því að strákur minn ekki byrja í leikskóla, yngri, búin mikið að gera. Og ég er búin að vera að semja spil fyrir ykkur sem er að fylgja mér á Instagram, Bíóblaður, mælum að fylgja mér þar. Ég verð núna aðeins meira aktífur núna næstu mánuði. Spurningaspil, Bíóblaður, appelsínugulu kassi, ég er að sýna henni í myndaðalina. Gummi, þú átt nú eitthvað partí í þessu spili. Já, fæ ég ekki að meðhöndla þetta næst? Þú fær að meðhöndla það. Þetta kemur út fyrir jólin, ég veit ekki alveg nákvæmlega en fyrir jól. Já, ég er nefnilega, það er maður finnir strax að gott gritt í þessu, sko. Þetta er svo múrstin. Ándjóks. 1000 spurningar og þetta er eitthvað sem ég er mjög stoltur af og ég er að vona að fólk fylgja mér í þetta ævintýri líka. Eins og ég svolítið nefnt að ég var í viðtala á Exxon daginn. Já. Og var hjá Kitta, félagi mínum, sem hefur komið hérna í podcastið. Það veldur mikið á þessu spili. Spilið er svona sem Superman fyrir DC, það spilið fyrir mig, Bíóblaður. Af því ef fólk er að fara að taka þátt í þessu, fjárfyrst í einu spili, það líka hjálp mér bara að halda áfram með podcastið. Já, algjörlega. Og sérstaklega í dag, ég er ekki með samstagsaðala, ég er ekki með hann áskrift, það er ekki að tekjur af þessu. Þú ert bara gert fyrir alveg pjúra ástriðu. En það var alveg gaman að geta haft eitthvað svona gulróti með spilinu, sko. Já, algjörlega. Og það var líka bara, þú veist, ég man ekki hvernig það kom senast út eitthvað íslenskt bíóspil, var það ekki bara bíóbrot fyrir svona 18 árum? Jú, en ég held sko, ég held að vera samkeppni í ár. Nú hvað? Þetta var ekki eina spurningaspili. Ok, við erum ekki að tala um það. Nei, ekki að tala um það. Það er bara að minna fólk á, minn kassi er appelsínugulur. Bíóblaður. Ég er náttúrulega búin að skoða þetta hjá þér og var aðeins að lesa yfir þetta hjá þér og svona, og þú veist, bara fjöldin allar á góðum og fjölbreyttum spurningum að það, sko. Já, takk maður. Takk fyrir að lesa þetta yfir og þú var svona leiðir þetta einhverja villur varandi málfræði eða eitthvað svona, stafsendingardót eða jafnvel kostum eitt punkt var þetta eina ákveðna spurningu í sambandi við Space Jam og ég var bara ekki, já, ég var að fatta það, ég þarf að breyta þessu. Þannig að þú hjálpaðir greiðlega mikið til og lastið mitt utan á kassan. Kassin sjálfur verður svona aðeins öðruvísi þegar spilið kemur búðir. Hann verður flottari þá, finnst mér. Ég og Höddi, góða vinur minn, sem hannaði spilið fyrir mig. Mikill snillíkur. Hann var með ákveðna hugmyndir, ég fekk svona ákveðna hugmyndir, svo talaði við bróðum minn, hann svona, já, ég myndi gera svona. Og svona í kjálfari því, þá gerum við ákveðna breytingar og ég held að kassin verður bara ennþá flottari, en það verður svona sama stæri. Þetta er svona múrstein, svona já, algjörlega. Þykkur og vælu. Þetta er svona potential morðvopn. Það gæti einhver verið svona, hvað notuður? Þetta var hérna Bíóblaður spurningaspil. Þetta er góð ölsingum með, þetta er mögulegt morðvopn líka, spilið. Bíóblaður spurningaspil kemur í búðir fyrir jól. Ok, fyrir að kíla á það, langar að koma smá svona ölsingur í spil. Já, bara, ég hlakka til að koma höndum við spilið. Já, þú náttúrulega þekkir alltaf spurningana núna, þannig að þú... Ég má bara vera dómari þegar fólk er að spila. Þú verður spyrill, já, okkur vinnirum. Algjörlega. Ok, fyrir að kíla á þetta, Superman...
tökum fyrst bara spoiler free Mhm. og við munum vara fólk við þegar við erum alveg að spoila allir myndinni, ég er að fara að tala um allt í þessari mynd Já, sem. og alla spoilera nákvæmlega hvernig hún endar og allt svo leiðis, þannig að við munum vara fólk við þegar við viljum fá bara smá teist af þessari mynd. Gummi, við erum ekkert nú að tala saman. Nei. Ég hef ekki tjáð mig þessari mynd opinberlega, ekki á Instagram eða neitt svo leiðis. Byrjum að þér, þú ert gesturinn. Komdu svona með smá, ég veit að þú ert ekki mikið að horfa á trailera, þú vissir auðvitað mikið þessa mynd, en samt einhvern veginn ekki. Komdu að smá svona þannig og svo hvernig fannst hún? Já, ég reyna að horfa ekkert á trailera. Mér finnst bara alls konar hlutir spoila. Það þarf ekki að vera mikið, það má bara vera eitthvað lítið, því ég gleymi aldrei neinu úr trailerum og þá er þetta að bíða eftir einhverju senum. En ég gat ekki sleppt í að horfa á þennan trailer, sko, þegar hann droppaði fyrsti, þannig ég sé hann svona 40 sinum. Já, þú ert búin að sjá teaserinn. Já, teaserinn, en ég horfði ekkert á meira, sko. En hann gaf mér strax svona ákveðnar hugmyndir. Svona lúkið og svona. Lúkið og þú veist, mikið af öðrum orðum og svona, og ég var svona, ok, þú veist, þetta hlýtur eiginlega að vera eitthvað svona svolítið í þessu, sko, og svolítið svona eitthvað sem að, ég ætla að nota orðið stærra, eða svona stærri ofurhættu heimur, heldur við höfum þekkt undanfæri, sko. Frá DC þá. Og ég var náttúrulega að fylgjast með, þú veist, maður viss alveg, þú veist, Guy Gardner, Nathan Fillion, maður viss að Lex væri þarna og Metamorpho og mörg nöfn sem að ég var spenntur fyrir, sko. Og svo þarna, því ég fór loksins á hana og það búin að vera að bíða eftir henni í basically 3 ár, sko. Alveg síðan að kynnt hana, eða við vissum alltaf að gera hana. Mér minnir, ef ég man þetta rétt, þá var þú veist, James Gunn búin að segja að hann væri að vinna einhverju Superman-handriti áður en að hann fekk stöðuna sem, veist, yfirmaður DC, ég gæti verið að bulla. En það er allavega 2,5 ára eða eitthvað, síðan að hann þarna... Honum var vist boðið að gera Superman-mynd áður en að gera Suicide Squad. Já, það? Já, hann sagði nei, ég veit ekki hvernig ég myndi gera Superman-mynd. En svo sagði hann eftir ákveðin tíma, þegar, þú veist, ég veit hvernig ég myndi krakka þetta. Nákvæmlega. En hún var vist boðið það að það er auðvitað áður en að verður yfir DC Studios. Akkurat. En hann, já, svo fór ég á hana, núna 5. daginn, og mér ástu bara helvít skemmtileg, sko, og bara rosalega ykt mynd, þétt, það er alltaf eitthvað að gerast, mikið góðum skemmtilegum karakterum, góð tónn, fyndin, bara litrík, þrætt skemmtileg mynd, sko, það er svona fyrstu viðbröðin, sko. Ok, það er skemmtileg mynd. Ég ætla að koma líka með mitt, bara svona stutt, svo fyrir við að henda okkur eitthvað svona spoilera og ræða þessa karaktera og þessa leikar og svona, það er mjög mikið að ræða. Alveg svona hvernig fólki finnst þessi mynd, og heldur þessi sammála að hellingu sem hægt að ræða. Algjörlega. Þetta er þeirra Iron Man í rauninni. Þeir eru að fara að byrja núna nýjan heim. Það er verið að slúta 90% af þessu sem þau gerðu í þessu DC EU þarna. Var það ekki nafnið á heiminu þeirra? Extended Universe, svona eitthvað. Aðdóndur voru að kalla það. En ég var búin að segja þið líka, við ætluðum að gera þáttum þessu mynd alveg sama hvernig okkur þætti myndin. Ég var búin að segja við þið áður en við sáum myndina. Já. Ef ég myndi hata hana, þá myndi ég samt vera að gera þáttum hana, að þetta er stór mynd, ég elskar Superman, þú elskar Superman, og mér finnst það svo rökriðt framhald, við verðum að gera Superman mynd. Þetta er svona svolítið eins og þríleikur, þú veist, það er hérna DC og þarna Gods and Monsters og svo núna eru að taka þessa mynd. Þetta er þríleikur í okkur. Fyrsti DCU þríleikurinn. Fyrsti DCU þríleikurinn. Og þannig að ég vissi ekki, ok, verðum við sammála, ósammála, allir saman hvað, þá erum við að fara að ræða þessa mynd. Mér fannst hún æðisleg. Ok. Mér fannst hún ekki bara góð. Ég var orðinn stressað að heyra hvað ég fannst, sko. Ég var að reyna það að líta út úr þessum, mér fannst hún hræðileg. Nei, mér fannst hún æðisleg. Ok. Æðisleg. Og ég geta raukst þetta frekar á eftir með ákveðnum atriðum sem ég vil ræða. Þess ég vil segja spoiler free. Þetta er besti Superman sem hefur verið. Þetta er besti Lex Luthor sem hefur verið. Þetta finnst mér líklegast besta Lois Lane. Ég þarf að sjá hann að gera aðeins meira. Marco Kidder er ennþá svona besta. Amy Adams er ekki Lois Lane. Fyrir mig persónulega. Besta chemistry á milli þeirra, Clark og Lois, bara by far finnst mér. Brandon Routh og Kate Bosworth, ekki chemistry. Amy Adams, Henry Cavill, ekki chemistry. Mér finnst þess að þeir hafa ráðið þau og þau hafa ekki histfinnið byrjað að taka upp, sko. Að því Gunn sagði sjálfur, hann paraði saman. Leikara, leikonur. Heldur hafa ekki svona nelt sko niður Superman fyrir hann að gæti nelt niður Lois og Superman saman. Já, sem meikar sens. Já,
og það finnst mér sjálfstæðlega í myndin, það er miklu meira chemistry. Auðvitað er þetta bara mitt mat og þau hittu allan hjá mér, hitti mark hjá mér. Það er mynd alltaf eitthvað gerast. Mér finnst hann hafa neglt, það er sumt í þessari mynd sem mér finnst hann negla 100%. Varðandi Superman og Superman Mythos-dót sem engin annar hefur náð og ég til meira þess að með bara Superman upprunnu myndina sem er á okkur guðastallana sérst bara með Christopher Reeve. 78. Tónninn finnst mér passa vel við Superman. Þetta er sem ég finnst Superman vera. Fyrir mig, persónulega. Þetta er Superman. Hann er ekki eins og Snyder gerir, eins mikið ég fíla Man of Steel og ég elska Henry Cavill og allt það. En ég feina hann var ekki í þessari mynd. Ég saknaði hans aldrei. Nei, ég er alveg sammála því. Ef þeir hefðu kastað hann í þessa mynd, hann hefði þurft að breyta rosa mikið hvernig hann leikur Superman. Og það sem var Zack Snyder sem gerir mynd Man of Steel, það voru margir sögð þá sín tíma, þetta er ekki rétti maður fyrir Superman. Hann ætti bara að gera Batman. Hann fattar ekki karakter, finnst mér. Hann er alltaf með öðruvísi take. Já, en ég er að segja frá mínu sjónarhóli séð, þetta er Superman. Já. Og mér finnst bara að við tökum James Gunn og Zack Snyder sittur hlið við hlið, hvor fattaði Superman betur, það var klálega Gunn. Já. Finnst mér. Ég get ekki að vera ósammála því, sko. Ég ætla að taka eitt dæmi. Og maður sér þetta miklu greinlega sem maður er búin að sjá þessa nýju. Stundum þarf þetta að sýna mér eitthvað. Þar sem ég fatti bara, já, ok, tökum bara dæmi eins og Batman, með Pattinson, The Batman. Áður en hún var til, þá leiti bara Nolan þríleiki sem bara svona, vá, þú veist, það er enginn sem getur toppað þetta, það er enginn sem fara að gera betri Batman, það er enginn sem fara að gera, svo kemur Reeves með sinn Batman, og það er hann með miklu betri Gotham, til dæmis, og lúkið finnst mér vera flottar heldur í Nolan-myndunum. Og það er líka bara dimmri mynd, sko. Já, og hún bara eitthvað virkar, það er þessi take, en fyrir mig svona persóna bara, wow, ok, þá lít ég aðeins öðru í svona Nolan-myndar eftir ég sá það Batman. Nú er ég búin að sjá Superman, þá lít ég aðeins öðru í núna á gömlu og þá sérstaklega Man of Steel. Þarna sé ég bara svona, já, það er miklu sniður að gera þetta svona, eins og til dæmis, hvernig hann er í myndinni, og þetta er engin spoiler, þetta er auðvitað bara sveitastrákur frá Kansas. Já. Það er svo mikilvægt að hafa það í huga, hann er ekki Bruce Wayne. Nei. Í Snyder-myndunum, þá er það báður ógeðslega cool. Já, algjörlega. Superman er ekki cool. Hann er eins og hann er í þessari mynd. Ég er mjög sammálaður líka því að sama tíma þessi mynd er miklu íktari heldur en fyrir takes á Superman. Og þá er ég að tala um þessi íkt, ég er að tala um bara að þetta er comic book mynd og með leið eins og ég væri að horfa á sko Justice League Unlimited, bara þess að teiknum þetta þætti frá að ég var lítill, ég dýrkaði það sko. Á sama tíma þá eru karakterinir eins og Clark og Lois mjög mennsk sko. Já. Og hann er rosalega svona, hann er ekki fullkominn. Nei. Og hann er alveg, það er bæði á við bara, þú veist, krafta hans og styrk en líka bara persónuleikan hans. Og svona, hann er alveg með sína bresti, skilur við. Gerir mistök og hugsa kannski ekki alveg hlutin alveg út í gegn. Nákvæmlega. Og hefur tilfinningar stundum aðeins að ráða, skilur við fyrr, eða þú veist? Já, þannig að mér finnst það frábært þessu mynd og hún rúla alveg hratt í gegn, mér finnst það skemmtilega. Mér finnst líka gaman að því það sem ég óttaðist var að ég væri að fara að fá Superman Guardians of the Galaxy mynd. Mér finnst það að tóna sig nokkuð vel niður, hann Gunn. Hann er ekki með endalins eitthvað svona needle drops, eitthvað svona action-aður, eitthvað lag. Nei. Ég held að þetta er ekki 2. Ég held að þetta er svona 2 þannig dæmi. Og svona alveg sleppur og svona buggaði mig ekki eins og hefur gert í mörgum hans myndum. En hún er alveg net Gunn. Þetta er Gunn mynd, algjörlega, og ég líka, það var ósanngjarnt af mér að segja bara, þú eru að taka allt út sem gerir þig að þig. En mér fannst að ná einhvern veginn, svo ræði þetta þess betra þetta, mér fannst að ná að búa til Superman mynd sem að bara virka. Og mér finnst hann, einhvern veginn stílinn hans og það er svona að fatta eitthvað svona, já, ég veit, þetta er minn svona entry-punktur inn í Superman. Að því eins og ég var að segja að hún var vist bóðað að gera Superman-mynd, hann bara, nei, þú veist, ég get það ekki. Hvað er ég að fara að gera með Superman? Ég fatti ekki hvernig að gera þann karakter eða eitthvað. Þannig að hann gerir Suicide Squad, sem er náttúrulega miklu nær honum og kannski það sem hann er góður í.
þannig að mér er svolítið cool, það er svona já, ég veit hvernig ég gerir Superman, ég gerir hann svona og við ræðum það með eftir en þessi inngangspunktur á honum hitti markið mér og ég er svona að fatta bara, já, þetta er leiðin svona gerur Superman-mynd og svona líka leggur grunninn að þessum DC heimi. Þannig ég er mjög spenntur framhaldinu, sérst í þessum heimi. Ég er bara mjög sammála og það var bara, ég ætla að horfa á myndir svo þessar sem ég veit að er upphafið að DC Universe, nýja, þá er ég mjög meðvitaður það og því labba át úr salnum, þá var ég bara, shit, ég vildi að það væri svona 2 vikur næstu mynd, sko. Af því að þú veist, ég er Supergirl eða eitthvað. Já, Supergirl. Ég held að það sé alveg örugglega næsta. Það er næsta. Ég er mjög gíraður í að fylgja þessu næsta áratuginn, sko. Ég líka, því ég var búin að segja líka við þig, meðal annars, og þau eru nefnt í podcastinu. Ég er orðið þreyttur á svo verið dóti. Eins og það Marvel, ég var eitthvað að reyna að horfa á hana Captain America 9, eitthvað Disney Plus, ég nefndi ekki hann í bíó. Hún var fuck type. Ég gat 15 mínútur. Já. Þetta er svo lélegt. Mér finnst það bara glatað. Hún var eitthvað bara reshootuð bara til helviti, sko. Það er líka bara allt í henni, mér finnst bara leikarnir skrýtnir, tónnin, tónlistin. Það er allt. Það er búið að hendi þessu saman af einhverju nefnd. Það þarf að uppfylla eitthvað kvóta, þeir eru með eitthvað útgáfudag. En bara af því að við höfum verið svolítið gaggrínir á Marvel. Eðlilega, í sko, dag. Ég ætla að skjóta inn að sko, Thunderbolts nýja, ertu búin að sjá hana? Nei. Hún er góð. Ég bara mæli með að horfa á hana. Ég bara kom, já, ég skal alveg kíkja á hana, en ég kom sem ekki leið á þessu. Ég er búin að sjá þetta allt. Algjörlega, og núna erum við komin með ansvarið, sko, mótsvarið. Já, af því að ég sagði eitthvað félagmenn sem fór með mér á Superman. Hann er ekki eins mikil Superman aðdáandi eins og ég. Og það skiptir líka mjög miklu máli saman til þessa mynd. Það er rosa mikið í eins og gæti bent á þetta aðstæðan. Þetta er hundur, það er glata. Þetta er svona, það er glata. Eitthvað. Ekki fyrir mig, af því ég elska þetta dót. En mér fannst, þetta er sem ég geti sagt núna og ég ætla að selja fólki sem mynd, hún er rosalega einlæg, myndin. Og hún virkar ekki eins og sem gerða nefnd. Algjörlega. Og þetta er mynd sem er gerð af kvikmyndagerðarmanni sem hefur eitthvað að segja, af því hún hefur eitthvað að segja þessi mynd og hann fær alveg örk í þessar mynd, Superman. Og eins og þessi gerð af ástríðu. Það er ekki að vera að tikka endalins box. Mér leið ekki þannig. Og þegar myndin, þú veist, þegar myndin er búin, þá labbaði ég út með bros á vör, spenntur fyrir framhaldinu og ég var ekkert svakalega spennt. Ég er nefnilega, þess að var ég líka bæði spenntur og stressaður að heyra hvað þið fannst, af því að við erum alltaf búin að tala mikið um þessa mynd svona bíða eftir henni og við höfum báður jójó svolítið upp og niður. Algjörlega. Það er það sem gerist þú ert að bíða til myndi 2 ár líka. Þú ert bara, einn daginn ertu bara, hún verður örugglega geðveik og svo líður vika og það var eitthvað, hvað ef hún sökkar, eitthvað. En mér finnst líka bara talandi það að hún virki, þú veist það sem þeir voru að reyna að gera, þá er ekkert moment í henni það sem að maður sé reglulega Marvel-myndum eitthvað svona, þarna er eitthvað tæft CGI eða þú veist þetta virkar eitthvað svona röst. Þessi mynd er bara frá upphafi til enda rosalega smekkleg og allar tölvutæknibrellur eru bara flawless og bara allar brellur. Þú veist, hún lítur drullu vel út þessi myndi sem mér sko. Mér finnst það líka og mér finnst maður ekki sjá mitt þó þessi auðvitað tölvubrellur og allt það. Mér leið ekki eins og ég var að horfa á Marvel-mynd. Nei. Skilur þetta, það er orðið svo mikið eitthvað, þetta er svo ljótt útlit á þessum myndum og þetta er bara eins og sé allt tekið upp í stúdíói, alveg pottet fullt hann að tekið upp í stúdíói, en stærsti punkturinn er að þú náður að plata mig. Gunn náði þá allavega að plata mig og það stærsti er, hún virkar á tilfinningarlegu leveli. Algjörlega. Myndin sjálf. Ég hef gæsa á nokkur sinnum, ég var næstum búin að tárast yfir þessari mynd. Þú veist, það skipti mig miklu meira máli. Og þá fyrirgefi ýmislegt. Hún er ekkert fullkomin. Nei. Alls ekkert fullkomin. En þegar myndir eru svona einlægar og hann tekur sjensa. Það er alveg nokkur svona augnabliki í þessari mynd, nokkrar ákvæðanir sem Gunn tekur sem eru sjensar. Og ég virði það. Algjörlega. Ég er líka sammálaðin. Förum að snála þetta þá eftir. Þannig að, já, mér finnst hún bara svínvirka, mér finnst hún mjög skemmtileg, sumt fyndið í henni, en mér finnst hann ekki einhvern veginn svona að reyna að þrýsta sko húmor eins og ég er búin að horfa á þetta á Infinity War og Endgame og svona sína stráknum mínum eldri. Já. Þær.
það eldist rosalega illa í þessum Marvel-myndum, það hvað eru endalaust að setja húmor inn í dramatíska atriði. Já, Jesus. Þetta svo í Infinity War, og þetta virkar í bíó, þú með hópa fólki og hlæra og gaman, en þú fyrir að horfa aftur á þessu myndir, eins og í Infinity War, þegar Hulk kemur til jarðarinnar, í byrjumyndarinnar, og hann bara að segja, Thanos að koma, og við erum nýbúin að sjá aðra sem Thanos búin að buffa Hulk, og maður bara, shit, hvaða gæi þetta, hvaða lið þetta með honum maður, heimun bara í hættu. Þá fara að tala Ben & Jerry's. Nákvæmlega. Og og hann kemur sko Ben & Jerry's, Dr. Strange tekur þáttið í, Hulk, já, ég elska hennar, já, hann er a bit chalky for my, maður bara, hvað að tala um? Já. Fyrir sko 20 sekúndum var hann að segja að þetta væri bara svona, endalög heimsins. Nákvæmlega, og fyrir mínútu var Thanos að boxan, skilur. Já, þetta er svo allar margmyndunar, næstu allar, eru allar fullar af þessu. Já, og bara, þess að segja líka, oft bara í miðjum dramatískum atriðum, sko. Það stundum halda þau áfram. Já, það er sér hrættir við dramatík. Þetta er of dramatíst, brandara. Ég held að sé 100% þannig. Ég held að sé mögulega bara í testscreenings, það séu gæjar bara með svona lever, sko, bara mér líður vel. Og svo bara svona, núna er búið að vera drama í mínútu, það bara svona, mér líður ekki svo vel núna. Og þá eru þau bara, við þurfum joke þarna. Brandara. Þetta er fáránlegt. Já, en það hefur áhrif á hvað vel myndin eldast, finnst mér. Sérstaklega svona að horfa á kannski einn heima, það er ekki lengur áhörnundur því að hlátur svo smitandi. Superman gæti alveg verið þannig líka, mér fannst það ekki því horfið fyrst á hana. Ég er bara búin að sjá hana einu sinni. Ég held að Superman sem mynd, hún það nýtur sín best í bíó, klálega, og svona líka, ég veit, þú droppar sem þætti frekar soon, mæli með að allir drífi sig á þessa mynd. Í sammála. En ég held hún virki líka bara, ef maður er bara, þú veist, í góðri stemmingu með heyrnartól og horfa hann í símanum sem í flugvél, sko. Sem ég er ekki að mæla með að fólk geri. Nei. En af því hún er svona skemmtileg karakterar, þú getur alveg fyllt þessu, sagan heldur manni líka, sko. Já, af því ég held málið með þessa mynd, hún er bara þokkalega vel skrifuð. Bæði atburðarásinn og það eru hann atriði sem að Gunn er að tækla. Tökum bara dæmi, og þetta er bara sko algjör míní spoiler. Þið sjáu þetta í trailinum. Það er atriði á milli Lois og Clark þegar þau eru íbúin og hún er að taka viðtala. Mjög snæmi myndinni hér líka. Já, frekar snæmi myndinni. Það atriði er vel skrifað. Finnst mér. Alltaf líka vel leikið og það sem er að koma fram með því, þetta konflikt þarna á milli þeirra. Það er líka sumt fyndið í því, en mér fannst það virka miklu meira sem bara svona organically út frá atriðinu sjálfu í staðan fyrir bara svona, núna er brandari, leið mér eftir eitt áhorf. Það er ekki bara verið að segja brandara. Karakterinir eru aðeins að, þetta er bara svona smá húmor. Og þetta er character-based. Eins og ef Clark er alveg smá svona, svolítið goofy og kannski óheppinn og ekkert orðheppinn og hann skilur eitthvað við og hann er svo einlægur þannig að hann segir eitthvað. En það, fyrir ekki eins og aftur, minn fyndi var, nú er ég æstur. Dr. Strange er ekkert fyndin. Af hverju hann að djóka kom með Ben & Jerry's? Það er vandamáli líka með Marvel-myndnar, það er ekki, það eru allir fyndnir. Það eru allir sem poppa jokes. Þessi gagnrýni á líka mjög vel við sko, munun á gömlu Ghostbusters og svo 2016 remakeinu sem er endar skárri mynd heldur en öllum finnst. En þú veist, þær eru allar 4 joke-maskinur. En í klassísku myndinni, þá er, þú veist, Bill Murray, eini karakterinn Venkman, sem er, þú veist, alltaf að djóka, en hinir eru kannski fyndnir á einhvern hátt. Já, eðlilegri hátt. Já, sem passa þeirra karakter. Nákvæmlega. En þú, í Marvel, þá eru allir basically lítið á það byggður á Tony Stark. Já, en það er svo leiðilegt. Já, mér finnst það bara fáránlegt. Já. Og það er bara, ég skil ekki, það er eins og sami gæðin sem skrifa allir þessar myndir, sko. Af því að það er nefnd sem gera það. Það er algjörlega. Það er sér að tala um. Þannig ég vil líka segja þetta núna, svo fyrir að fara í spoilera. Með hennar DCU heim, að því Gunn er búin að segja, allar fyrir mín eyru, rétt orðin og réttu hlutina. Hann er að tala um, ok, Superman-myndin er svona, en Clayface verður allt öðruvísi. Það verður R-rated, það er eitthvað svona body horror, miklu meiri hryllingsmynd, Supergirl verður meira sæðis öðruvísi, Lanterns HBO-sería, Damon Lindelof og crew að gera eitthvað serið þar, það verður allt öðruvísi. Ef að tónnin verður ekki eins í öllu, þá verður ég verður svo glaður. Að því ef alla myndin verður svona, í þessum tón og bara, þér líður bara sér að vera sömmyndina, þá er ég bara átt strax. Já, ég er alveg saman. Ég get ekki 10 myndir sem eru bara nákvæmlega í þessum tón, sko. Ekki ég vil það ekki. En ég væri til í að Superman 3-leikur væri bara
halda fram með hennar tón. Já, ég er til í það, en ég vil ekki að Batman myndi vera svona. Nei. Sérst að því að hann ætlar að gera Batman, sér Batman fyrir DCU-heiminn. Ég vil ekki hafa svona. Og það sem er svo gaman líka við þennan Superman, þennan Clark Kent, það verður miklu meiri kontrast. Ef þið kasta rétt Bruce Wayne og Batman, ef þið gera hann rétt, hversu gaman verður að sjá kontrast frá milli þeirra. Af því þeir eru svo ólíkir. En ef við horfum á Batman og Superman, eða Batman v Superman, já, þá var ekki... Þeir eru báðir bara úrslega cool. Trú. Og það er bara mjög fair, sko. En mér er aldrei liðið þannig í bókunum. Nei, algjörlega. Superman er öðruvísi. Það var eitt við þessa mynd, þetta er ekki spoiler, sko, sem við fannst svolítið svona, kom mér óvart. Ég veit ekki hvort það sé viljandi, en þessar myndir eru náttúrulega alveg óskildar, en The Batman og Superman, það eru svona elementar í þessum myndum sem að minna á hver aðra. Það er til með svona gítarriff í skórunum á hann báðum. Og svo er það bæði svona þú ert að koma inn þegar hann er establisher en samt svona early career. Sem er gott. Sem er bara eitthvað svona observation sem ég langaði að koma að, sko. En ég held að sé þá eru náður rök fyrir því að Batman í þessum heim verði enn ólíkari þessu, sko. Fattar það mig? Eða þú veist, hún sé ekki kannski að fylgja einhvern veginn sama tón og þessi. Nei, hann er búin að segja það sjálfur Gunn, hann er alveg í erfiðleikum með Batman. Veit ekki alveg hvernig hann ætlar að gera hann. Veistu það gleður mig að heyra. Já. Að það er ekki verið að rössa. Nákvæmlega. Að því að þú veist, ef að nefndu myndir ráða þessu, þarna líka maður fara að sjá, þeir eru búin að sjá þessu mynd, Gunn greinilega ræður. Gæðin sem róðan hann er greinilega sagt bara við hann, ok, þú mátt bara ráða. Að því það er ekkert stúdíó sem tæki við DC, sem þið byrja á þessum þremur myndum, Superman, Supergirl og Clayface. Nei, algjörlega. Enginn væri að fara að gera það. Og líka bara, ég dýrka þessa mynd, en þú veist, það er engin stúdíóhead að fara að fá þetta handrit á borðið á sig og vera bara eitthvað, let's fucking go. Nei. Þetta er steikt mynd, sko. Já, að mörgu leyti. Já, og ég dýrka það, sko. Ég dýrka það líka, og það sem hún alltaf samið með The Batman, fyrir mig allavega, ég var ekki að taka þetta sem er skorinu, leiksturinn er að gera sína mynd. Já, algjörlega. Veist, þetta er James Gunn mynd, og hitt er Matt Reeves mynd. Aftur, þeir líður ekkert, þeir eru að horfa á The Batman, þeir líður ekkert þess að sé hópur af fólki, bara eitthvað svona, nei, það verður að svona, við myndum að teki þetta box, þetta box, er 3 tímar, það er allt og langt, við þurfum að... Ekki þannig. Nei. Og bara við erum on that note, af því að maður tala líka um að þeir eru alltaf að vandli verka og svona, þá var Matt Reeves bara, síðustu viku eitthvað, að kynna The Batman 2. Loksins búin að skrifa. Búið, þú veist, það er bara 4 ár síðan að part 1 var í bíó, en það voru náttúrulega verkföll og alls konar maðkar í misunni, sko. En djúvöldlega lengi skrifa mér. Algjörlega, en það er því vonandi að þetta sé góð mynd, sko. Ég er frekar til að býða. Hann gerði, sko, Planet of the Apes 2 myndina sína, heldur sér 2014. Dawn, minnum við, Dawn. Hann gerði hana bara á, þú veist, 20 mánuðum, sko. Þannig að, þú veist, hann er búin að vinna þessu handriti svona lengi, sko. Ég er mjög svona grunn, ætla hann hafi... Já, ok, við veitum ekki að fara í The Batman pælingu, ég er stuttina. Ég er að pæla hvort hann hafi verið að... Er hann bara kortleikið 3. líka? Það gæti. Þegar tíminn gæti að fara líka í það, sko. Já, að passa að þetta væri svona spila milli. Ég held það, sko. Hann er ekkert svona lengi að skrifa, professional guy er ekkert svona lengi að skrifa. Mér dætti bara í hugum sem er Squid Game, það kom alveg löng pása, svo gerir gæðin seríu 2, 6 mánuð setning gerir seríu 3. Hann gerði það back to back. Þannig að þú veist, allur þessi tími sem hann búin að eyða í, mig grunar það. Það meikar alveg sens, sko. Svona ekki nefnilega að skrifa 3, en með sínum gæja, sem skrifa þetta með honum, þeir hafa örugglega kortlagt 3. líka. Það hlýtur að vera. Annars er þetta rosalega langt bil. 5 ára á milli. Þá erum við líka vonandi að fá bara max 2 ára á milli 2. Já, það er að ég beins að segja. Ég hugsa að það gæti verið þannig, sko. Líka bara Pattinson er búin gamall þegar það er aftur 5 ára á milli. Það er náttúrulega bara eitthvað 6 ár eða meira síðan þeir byrjuðu að skjóta 1, sko. Já, einmitt. Það er bara galið. Herru, förum við Superman. Yes. Hendur okkur í það. Þannig að við erum að rúlla yfir í spoilers. Núna ætla ég bara að segja spoiler alert hérna. Við erum að fara að tala um allt í þessari mynd. Og því maður er svona alltaf pínur svona að passa sig og eitthvað svona, því það er misjant hversu viðkvæmt fólk er fyrir spoilerum, en núna erum við bara að spoila eða ekki séð myndina. Skella ykkur á hana og komið sem að klára hana þátt. Gummi, mér langar að byrja að því að spyrja þig, hvernig fannst þér þessi ákvörðun að byrja myndina þarna, þar sem að byrja hana, í basically bara miðjum bardaga
og hann með þess að tapa og hann bara fellur niður, þetta í trailernum, teaserunum og ég man að mér fannst það mjög svona, það alveg riski að byrja trailerinn svona, þar sem Superman bara blóður og eitthvað og hann byrja ekki bara trailerinn þannig, hann byrja myndina. Algjörlega. Þannig. Það bara basically fyrsta skotið fyrir utan að það kemur svona text í byrjun. Já. Svo ættu kannski að ræða það. Jú, við kannski rennum við það. Þú veist, það kemur textarni í byrjun á myndinni sem að segja að sé eitthvað 300 ár síðan að metahumans byrtust. Svona ofurmenni einhver og 30 ár síðan að Superman lenti á jörðinni, 3 ár síðan að Superman kom út í ljósið, 3 dagar síðan að Superman stoppaði innrás Bóravíu til Jarahambúr og 3 mínútur síðan að Superman tapaði bardaga við The Hammer of Boravia. Já, og þetta fyrsti bardaga sem hann tapar. Já, og svo bara svona lendir snjórun bara, og hann alveg, og það satt sem hún segir með trailer, maður svona, og því ég líka sem þessi gæði sem horfður ekki að trailer, var bara, akkur að fucking sína þetta eru vantarlega í endarm á myndinni þetta, skilur þú, svo þetta bara blábyrjun á myndinni. Mér finnst það geggja, og þetta myndi mig á svona ánægilegan hátt, á New Hope, hún byrja bara, það kemur texti, og svo byrjar hún bara miðan klíðum. Já, góða punktur. Og maður upplifir að maður sé að koma, þú veist, það mjög viðeigandi fyrsta saga fyrir þennan Superman, en við erum ekki að koma inn í, þetta ekki neitt origin story, sko, og við erum að koma inn í söguna hans þegar hann byrjaður og í miðjum klíðum, og mér er svona hluta þess að hann fer og hann healar og svo eftir 5 mínútur eitthvað, hann komin aftur til Metropolis að berjast við hann Hammer of Boravia og sá gæi bara eitthvað að leysera einhverja byggingu og á þeim tímapunkti þá var ég bara hell yes, þetta eins og fucking teiknumyndasagur. 100%! Já, þú veist, það alltaf eitthvað svona random sætvilin í byrjun sem að líklega tengist inn á okkar starra plan eða eitthvað. Þarna var ég bara, ok, þetta að fara að vera eitthvað þrælskemmtileg mynd, sko. Þannig að ég fílaði þessa byrjun. Þú fílaði þessa byrjun, en eftir ég elska hana. Já. Bæði elska ég, að því hann setur svo mikið tónu fyrir myndina og maður þarf líka aðeins að setja sér hans spor. Já. Hann að taka hana við DC-dótunu. Hann að fara að byggja upp nýjan heim. Eins og ég segja, þetta er svona hans Iron Man eða þeirra Iron Man. En það allt annað að byrja svona heim 2025 heldur 2008. Allt annað. Og fólk bara, það sést núna aðsögn á þessum Marvel-myndum, langflestar bara, fólk nennir ekki á þetta. Fólk bara komið ógeð þessu. Og þetta DC-dæmi með Zack Snyder og svona, þetta klikkaði. Það var ekki almennilega að virka. Það allavega náði ekki fótfestu. Nei, þeir fóru svo ránglega að þessu. Ránglega. Og þetta einu svona ákveðin sem að Gunn tekur. Hann byrja myndina svona, og það riski. Af því Superman er Superman. Hann að blæða hann. Já, og hann byrjaði að bara rapa til jarðarinnar af því hann að tapa einhvern bardaga. Og ég var alveg á tímapunkti bara eitthvað, þetta er riski, að þessi Hammer of Boravia áður fá að vita að þetta er Ultraman. Þetta er spoiler hérna. Já, spoiler alert. Við erum búin að segja. Og áður fá að vita að Ultraman er klón af Superman. Já. Þannig hann er náttúrulega bara beins að tapa sjálfum sér. Sem að útskýri okkur hann feilar, því hann býst ekki við að mæta einn sterkum andstæðing. Nákvæmlega. Þá líka, þegar það kemur í ljós, þetta er Ultraman, þegar það tekur að sér hann að Hammer of Boravia hjálminn. Veistu það, ég hugsaði mér, júk. Já. Af því ef hann er að fara að tapa fyrir bara einhverju random gaur í búning, þá hefði ég verið bara, nei, þetta er Superman. Nákvæmlega. En ég meina, þegar hann er að berast við sjálfan sig og meira þess að þegar Lex er að stjórna gæjanum, genius gaur sem hatar hann og er búin að stúta hann í 3 ár, þá kaupir hann miklu frekar. Já, ok. Ég skilur að hann getur tapað þeim bardaga, skilur við. Þannig að ég var rosa glaður með það. En þessi ákveðin að byrja myndina og hann dettur snjóin, hann er líka að segja bara, þetta er ekki Man of Steel, þetta er svolítið annað og ég svolítið að fara að byggja hann upp líka. Það elska ég. Af því ég hef líka trú á því að þegar líður á þessar myndir, ef hann fær 3 leik, segjum það, David Corenswet og svo setna með kannski Justice League og eitthvað, hann verður sterkari. Ég held það líka. Það hlýtur hann þarf að vaksa í kraft, sko. Já, það hlýtur að vera. Ég held að það sé ein ástæðan hann hefur, að hann er oft berskjaldar í þessar mynd, finnst mér, sko. En hann líka að læra. Þetta er 3 ára hans. Þannig að mér veist alltaf lægja að þetta sé þannig. Þessi er líka alveg cool að þessi mynd sé svona, mér veist, því þeir segja að þessi fyrsti bardaginn sem hann tapar, mér veist að eiginlega gefi skyn að hann hafi átt frekar auðvelt með allt fram að þessu. Pottet. Og
þá erum við að sjá kannski svolítið fyrstu söguna sem hann að lenda í einhverjum alvöru vandræðum. Svolítið eins og í The Batman, þá var það fyrsta sagan hans þar sem hann eitthvað svona, hann talar eitthvað, hann átti ekki vona að hann þyrfti að vera að leysa einhver mál eða svona, og veist, hann að lenda í einhverju meira veseni heldur en hann hafa búin að vera að díla við. Ég hef með einn annan punkt sem ég kemur á eftir sem svona tónar sem myndir saman líka, en þarna þannig að hann lærir hellinga að þessu, skilur við. Hann alveg hálfgerður fokki megna þessana mynd, sko. Og líka, ég meina, eins og ég segi, hann fer eitthvað karakterörk, hann ekki saman stað í lokin eins og í byrjun. Alls ekki, sko. Og hans heimsýn allt önnur í lokin heldur en í byrjunni, og hann sjálfur búin að breytast. Persónlega búin að breytast. Og þessi örk fannst mér geðveik, sko. Sammála. Fyrir Superman. Þetta líka bara fallegur boðskapur. Algjörlega. Til fólks og í sambandi við mitt foreldra. Og þá ætla ég að spyrja því, að það kemur líka bara í ljós, í Fortress of Solitude, bara fyrstu 5-10 mínútur, það fær hann að sjá skilaboð frá foreldri sinum, alvöru foreldri sinum. Jor-El og Lara, sem eru Kryptonian foreldrar hans, að því að vélmennir sem að vinna hann í Fortress of Solitude fyrir Superman, ég elska allt það, þú veist, og Krypto kemur að ná eitthvað, að þeir segja, já, hún er viss svo róandi að horfa á skilabóðin, þau eru svona brotin skilabóðin, en þar eru þau að tala, og ég elska líka að tala ekki ensku. Þau eru að tala Kryptonian. Og við sjáum bara þetta message frá þeim. Þú veist, þetta er ekki, hann er ekki að tala við þau eða eitthvað, að tala við Jor-El í öðrum myndum. Nei, þetta er bara svona vídeoupptaka, það er Bradley Cooper meðal annars, og ég man ekki hvað leikon heitir, en ég held að þetta sé svona Gunn-vinir, og það eru þau að tala bara, þú veist, elska hann og eitthvað, bla bla. Og hann er svo róandi og þetta er svona fóldrar hans og svo bara heldur myndina fram. Ég pældi ekkert mikið í þessu þá, mér varst það bara mjög eðlilegt, bara já, auðvitað, hann, veist, og við líka vöðum því að sjá Jor-El eitthvað í virkinu og eitthvað svona. En svo skiptir þetta svo miklu máli, að ég ætla að koma inn að því núna, við þurfum ekki að fara náttúrulega í réttir röð, en það er varandi skilabóðin, sem eru frá fóldrum hans. Gunn breytir svolítið upprann sögunni frá, upprann sögunni, að núna kemur í ljós, og þau eru ekki fölsu skilabóðin, sem Lex Luthor kemst yfir öll skilabóðin, seinni myndinni, og þá kemur í ljós að þau eru sendan til jarðarinnar til þess að bara drottna yfir þeim bara, þú átt bara að vera keisar yfir jörðinni, þú eru langsterkastur og þú bara átt að vera með að tala kvennabúr og eitthvað. Þú bara fjölga þér og þú # secret harem. Secret harem. Þú átt bara fjölga og þú bara ráða þess að jörð. Það hefur ekki verið allan ekki í leiknu. Jor-El hefur reynda verið vondur í einhverju. Pappans. Já, en ekki í neinu leiknu eða teiknimyndu með hana eitt. Ég séð, þú veist, maður hefur alveg takes á þetta. Einhvern veginn má gert einhver svona alternate universe þar sem að basically sóti pappans og svona. Já. En þetta var var take og ég er mjög vanur því að Jor-El og Lara séu gott fólk, sko. Já, en ég ætla að spyrja það kemur í ljós í myndinni, Lex með þess að viðurkenna það sem ætti ekkert að ljúga, hann segir, ég falsa þetta ekkert. Þetta eru skilabóðin. Og ég verð að segja það, Gummi, ég verð mjög fúll ef það kemur í næstu myndi eða eitthvað, að Sod var að pína þess að segja þetta. Ég vil bara halda þessu. Ég er 100% sammála. Og því að líka það sem að ég dyrkaði við þetta revíl, og þetta er náttúrulega mjög ólíkt, við höfum náttúrulega talað hérna spáplögina, allar súpamyndina basically, til fólk sem við tjekka á því, að þetta er rosalega ólíkt því sem við sjáður, og það sem að gerist er að, og mér er þess að ánægast að vera með eitthvað rosalega mikið screen time, er að þetta undirstreka bara í staðinn hversu miklu máli kennt foreldrar hans, þú veist, skipta. Og mér varst það mjög fallið skilabóð. Og mér líka. Þarna, ég sagði náttúrulega að ég fór á þessa mynd aftur, því að hún er bara svo, það gerir svo margt í henni, ég vildi bara sjá hana tvisvar til þess að fara yfir hana með þér. Og á second viewing, þú veist, þá var ég nánast að tárast þegar Jonathan Kent er að tala við hann, og þá í lokin, þegar við sjáum aftur svona, þá er hann að horfa á myndefni af Jonathan og Martha Kent í staðin fyrir af Jor-El og Lara, þá hittaði það mig alveg feitt, sko. Þá er ég einstu bara að tárast. Og það er bara svo fallegt, og eins og þú segir, hann er bara svo mennskur. Þetta er bara svona eitthvað myndbönd af honum, hann er lítill með fóreldrum og maður var bara svona, þú veist, þetta gæti verið myndbönd af manni sjálfum, sko. Já, og þetta er svo geðveikt, hvernig hann svona
búkendar þessa mynd, þú veist, hann byrja myndina á þessum skilabóðum, alltaf mjög snemma, þar sem hann fór Jor-El og eitthvað og þau eru að tala við hann þekkir það fólk ekki neitt. Nei. Þetta eru líffræðilega foreldrar hans, hann þekkir ekki neitt. En Jonathan og Martha Kent, sem eiga ekki í honum líffræðilega, það eru foreldrar hans. Þannig í lokin, mér finnst það svo geðveikt, þess að við myndi virka tilfengilega. Já. Að því hann fer í gegnum myndina og læri það, blóðu skiptir ekki máli, það eru tengsli sem mynda fólki í kringu því. Nákvæmlega, og þú veist, þarna, það sem pappan segir, þú veist, það sem þú vildir að skilabóðin væru, þú veist, það segir miklu meira þig heldur en hvað var á svona skilabóðum. Já, skilur. Og það sem er svo geðveikt, og ég hef bara sagt þetta, ég sagði þetta líka alltaf á sínu tíma því svo Superman Returns í bíó, að ástæðan fyrir ég elska Superman er sko, þú veist, þetta er öflast að vera bara í allan á jörðinni, hann kýsar góður. Hann gæti svo auðvitað bara gert það svona sýnist og verið bara eitthvað svona Homelander típa. Gæti það alveg, en hann gerir það ekki. Að hann er góður og af hverju hann er góður? Út af Kent-hjónunum. Og það er gert svo mikið í þessar mynd að þarna, að þú gæti sagt, já, ég meina, hann bara fættist góður. Að þarna voru fóreldrar ekki góður, líffræðilega fóreldrar, greinilega ekki. Mér finnst það svo geðveikt. Og hann fattar alltaf bara í myndinni, vá, þú veist, ég get svolítið líka bara ráðið hvernig ég verð og ég vil vera svona, að því hann fekk svo gott uppeldi hjá þessu fólki sem óla hann upp í Kansas. Mér finnst líka áhugavert hvað þetta er svona nánast eins og James Gunn sé aðeins að svara Snyder þarna, af því að þetta er svo rosalega mikið atriði meira stíl að Jonathan Kent er að reyna að segja honum að koma ekki fram sem geimvera og Jor-El er að segja honum að hann ætti að vera afl til góðs. Í þessari mynd þá er Jor-El bara eitthvað, þú ættir að drottna yfir jörðinni og Jonathan Kent er bara eitthvað, það er ekki mitt að segja þér hvað þú átt að gera. Þú veist, þetta er gjörsamlega annað take heldur en meira stíl, sko. Og mér finnst það, aftur, annar maður fattar karakterinn, hinn ekki. Nei. Og annað, það sem ég elska, þetta er ákvæmlega sem Gunn hefur tekið. Pappans er ekki, hann deyr ekki þessari mynd. Nei, ég er mjög það er svo mikill galli í Man of Steel að bæði hvernig pappans deyr. En það fáránlegt að deyja í þessu fellibilan það. Þegar Jonathan Kent deyr í Man of Steel, bæði er atriði fáránlegt og þú tekur svo mikið í burtu ef þú drepur hann í fyrstu myndinni. Hvernig heldur að, hversu mikið emotional impact heldur þú að verði þegar Jonathan Kent deyr kannski þriðju Superman? Ég get ekki hugsað um þetta núna, sko. Nei, ég er að segja, Gunn fattar þetta er svo fallit saman. Já, og Gunn fattar það, hann ætlar að byggja þetta upp. Þegar þessi Superman lendir í því að pappans deyr, og ég get lofað því að það verður aðstæð sem hann getur ekki bjargað. Nei, og það verður hjartáfallið eitthvað. Hann áttur að eiga svo erfitt með það, að því við sjáum hvað, hann er berskjaldari, sko, þessi Superman. Já, og hann verðist að vera miklu tengdari foreldrar sínum. Og annað, ég elska svo mikið í þessari mynd, foreldrar hans í þessari mynd, eins og Gunn sagði sjálfur, þau virka eins og sé alveg bændur. Já, og þau eru líka bara geðveitt lummó. Já, en að því að málu, Kevin Costner eins mikið ég elska hann, og Diane Lane, minnst æðislega leikarar, þau eru bæði ógeðslega cool. Þau eru fucking cool. Þau eru ógeðslega cool, bæði. Og þú veist, í þessari mynd, þá bara... Þetta er bara velnett fólk. Já, og mamma, þú veist, maður nánast getur ekki sko heilt hvað hún er að segja. Hún er með svo mikið svona Midwestern heim einhvern. Já. Og það er bara, að því, þú veist, ég haf ekki pælt í því fyrir núna að flest take á þessa karaktera, þau virka bara eins og þau séu bara eitthvað stórbókafólk eða eitthvað, sko. Já, það er í hinum myndunum. Já, bara Kevin Costner, hann er alltaf flottur. Eitur svalur. Alltaf flottur. Já. Þetta var bara eitthvað svona super lummó bændur. Já, sem að eru þau. Já, algjörlega. Það eru Kent-hjónin og Gunn fattar það. Og eitthvað svona geðveitt hamingjusöm yfir að hafa fundið eitthvað barn. Og það eru típunar sem einhvern veginn myndu taka við fyrir barnið sem þau finna út á akri, sko. Og bara gott fólk, og þetta er bara eitthvað sem langar mest í öllum heiminum, eiga barn, ala hann upp og ala hann vel upp. En það vill bara svo til að hann er fucking Superman. Nákvæmlega. Skilur, með allar þessa krafta. Og þess vegna líka þegar hann kemur með Lois á bæinn þeirra í Smallville, þá var fyrst og pappan spyr bara, verður í lagi með strákinn okkar, skilur. Bara þau vita að hann er Superman og hvað hann er OP, en þau hafa bara áhyggjur á hann. Já, þú veist, þetta var bara svo margt. Þetta er alltaf barnið þeirra. Nákvæmlega. Það er sem þau líta á hann sem við, þetta er þeirra strákur. Og það er svo fallandi í lokinu mitt, þeir eru sína klippur af þegar hann er að alast upp hjá þeim og þú veist, núna róar það hann, þú veist, þetta eru fóreldrar hans. Og það er mitt, þú veist, hann er ekki á sama stað í lokinu eins og var í byrjuninni. Nei, algjörlega. Geðveikt.
En bara, ég verð að skjóta inn bara því ég lofa hlustundum ég myndi gera að vera eitt dæmi þarna með hliðstæði með The Batman og Superman. Því það nefnilega líka með foreldrans, skilur við sjáum alltaf líka í The Batman, þá leikið sér með að Thomas og Martha hafi hugsanlega, þau voru eitthvað shady, sko, vinna með Falcone og svo sjáum við með Jor-El og Lara hérna. Þannig að ég einhvern veginn, þetta svona það margt sem að mér finnst rýma á milli þessara mynda, að mér finnst alveg eðlilegt að mjög ólíka myndir, en ég kemst ekki hjá því að einhvern veginn bera þetta saman við The Batman, sko. Og kannski þetta líka bara, þú ert með 2 gæja sem að taka alveg, þeir að taka sénsa. Nákvæmlega. Þú veist, aftur, það ekki að segja Gunn hafi gert þetta ekki safe mynd. Nei. Það svo mikið í henni sem alveg bara svona, En eitt sem ég átti ekki von á í þessari mynd, að það svona, ég gæti alveg séð að sami gæji gerðana og The Suicide Squad, sem bara seinast sem ég var að hugsa þegar ég var að labba inn í sal. Og ég ekki að segja að það sem slæmt, ekki einu svona gott, en það bara, ég finn alveg fyrir því, sko. Og þú veist, líka bara því að þetta svona DC heimur sem að bara, allt í hennu bara, þú veist, polkadott með henni til í þessum heim. Eða þú veist, þetta svona það íkt take. Krypto í myndinni. Já, og svo náttúrulega Peacemaker með skemmtilegt cameo. Já, skemmtilegt cameo, ég samla. Sem náttúrulega orðin einhver karakter sem ég held rosalega mikið upp á með að ég vissi ekki hver að var fyrir 5 ára síðan. Nei, ég samla. Hann sér hann frábæri, ég spenntur sér í 2. En mér finnst bara svo gaman að Gunn ekki hræddur við að þetta er teiknumyndsaga, þetta er comic book og ég meina eins og hann var ekkert, ég held að hann hefði spurður úti bara hvað er krypto, okkur er krypto, basically bara, hvað er það, ætlar að hafa einhvern hundan og hann sagði, hey, þetta er partur af Superman mythos, ég ætla ekki að cherrypicka bara, þetta er bara allt saman, þetta er Superman-dótið. Mér finnst líka með krypto partur af hvernig hann sko virkar í þessari mynd er að hann er í myndinni, sko, hann er ekki í 1, 2 eða 3 eða 4 senum, hann er alveg fokk mikið inni, sko. Já. Og bara skemmtilegur karakter, hann er líka alveg stór hættulegur, sko. Já, því hann er svo öflugur líka. Já, þegar hann er í Metropolis, þá er ég bara, hvað er það að pæla, sko? Það er bara, hann alltaf að negla á eitthvað fólk, sko. En bara mjög skemmtilegur karakter og líka, náttúrulega, þegar hann er tölvuteiknaður, skilur, hann er bara alveg flawless. Hann er mjög flottur, kryptoflottur. Og hann er karakter líka. Hann er karakter. Og við erum alltaf alveg í spoilers. Já. Þannig að við sjáum hann í lokinu af myndinni að Supergirl Kara, hún á hann. Þannig að hann er ábyggilega bara að vera í þeirri myndi ég halda með hvernig cameo hennar er. Væntanlega. Og það er bara fílt pepp. Þá sjáum við hann kannski á, sko, plánandi með rauðri sól, þannig að hann er kannski ekki að fljúa og negla allar niður þar og við séð hann sem venjulegan hund, skiluru, og skilið aðeins af hvernig hann er svona, eða þú veist, en þarna... Eins venjulegan hann getur verið, sko. Nákvæmlega. En svo Supergirl, hún er til þess virkar alltaf þessi karakter heldur Clark Kent, sko. Mér finnst reyndar sú sena smá skrítin, ég held hún hefði virka aðeins betur sem post-credits, af því að þú veist, ef ég væri að heimsækja frænda minn, sem er búin að vera að passa hundi minn, sem er líka stórhættulegur, ég er alveg að stoppa meira en svona 40 sek. Ég er alveg að fá mér allavega kaffibólla. Svo hún kemur bara inn í fortusið, tekur hundin og svo bara, gott sjá, og farin. Svona... En vitu samt, hún er bara hverju að ramma. Kannski fór hún bara í kaffeterina, skilur. Minnir hún segir bara, þú veist, bless, takk fyrir að passa. Já, hún sé bara alveg farin. En þú veist, þetta er nitpick, en við verðum alltaf að koma líka með einhverja gagnrýna. Já, algjörlega. Já, það er auðvitað gagnrýna, eins og segja, hún er ekki fullkomin. Alls ekki fullkomin. En höldum aðeins áfram og tölum aðeins leikarna. Þannig erum við með David Corenswet, hann leikur Superman, Clark Kent. Persónulega mér finnst bara að vera Superman. Mér finnst hann æði, hvernig hann leika hann, lúkið. Röddin. Sko, þetta er fyrsti live action Superman, þar sem ég er bara eitthvað, þetta er eiginlega svolítið eins og þegar ég var fyrir The Batman, þá bara, fyrst þegar hann talar, þá var ég bara, já. Í þessari mynd, þá er hann slasaður fyrst og hann er bara að hvísla eitthvað aðeins að krypto og svo þegar hann er komin aftur í power og hann stendur upp og hann segir I've got to get back in the fray og ég bara, já, þetta var Superman að tala bara þarna, sko. Hann er með eitthvað svona ég vona að hann tala eitthvað með fyrir hann í teiknimynd af því að röddi var banger, sko. Geggjur rödd. Hann virðist líka aðeins breytir þegar hann er Superman versus þegar Clark Kent, sko. Hann er svona orðið er eiginlega hátíðlegri, svona, já, dýpri. Virka aðeins dýpri, finnst mér. Smá svona medieval vibe. Já, svona riddar. Já, ándjóks. Það virkaði feitt fyrir mig, sko. Mér var stæðið geggja líka, sko. Og bara eins og segir, Lucas, hann bara virkar eins og Superman. Búningurinn, hvernig finnst hann? Þú ert múin að sjá hann í myndinni. Já, sko,
Stuttasvarið er bara, ég fíla hann feitt. Mér finnst það mjög áhugaverður. Maður sér, maður sér alveg þegar það svona brýtur upp á hann og svona, hann er ekki eitthvað svona skin tight, þannig að hann er raun og veru mjög ólíkur til dæmis Superman Returns og Man of Steel. Bara öllum, líka bara Christopher Reeve. Og það er alveg mjög raunverulega möguleiki á að hann sé búinn til af einhverjum á jörðinni. Ég held samt að hann sé ábyggilega úr Fortressinu. Er þetta ekki bara mamma sem bjóði til það? Það gæti alveg verið, sko. En mér finnst það bara drullu svalur og sérstaklega, þegar hann er á flugi eða í barda eða eitthvað, litirnir poppa feitt og þú sérði einhvern veginn, hann er svo skýr, skilurðu. Þegar ég sá hann fyrst, þá væri svona hræddur þetta væri svolítið svona ofhannaðar búningur út af línunum og svona dóti. Er það ekki óþarfa það? Sko þær eru eiginlega, jú, ég myndi alveg segja að það sé óþarfa, en það eru ekkert að skemma hann þegar þú ert að horfa á hann, í myndinni. En kannski hægt og rólega, ég væri til að sjá þau kannski einfaldan með árun. Ég skal lofa því að í næstu mynd verður ekki þessi búningur. Nei, ég held að sé alveg rétt hjá þér. Þegar eftir að þróa hann, já. Og þá kannski endum við bara nánast með Superman Returns búningin. Það gæti verið, sko. Ég var alveg til að eitthvað svona hafa hann aðeins meira svona strímulagan, eða svona að þessar línur, og mér finnst líka þess að ég tók eftir í myndinni, þá hafði hann svo mikið Superman í myndinni, sem ég fílaði. Ég var til þess að stytta aðeins buxurnar, nærbuxurnar eða hvað allt kalda. Þetta er svona boxers. Þetta er svolítið svona, mér fannst það verka eitthvað svo stórar eitthvað og svona, já, ég vil ekki fá en G-streng, en svona, einhvern veginn styttaðar aðeins. Ég fatt það ekki. Og ég væri líka alveg til í að fá flottara S. Sko ég var alveg uppáhalds S mitt, það er þetta 78S, mér finnst það crazy cool. En það er áhugavert að þetta er í raun og veru ekki S. Þetta er í raun og veru bara ein lína, sko. Eða þú veist, en þetta ásamt var S. Já, þetta ávara S. Eða þú veist, James Gunn sagði í raun og veru viðtalið að þetta væri merki en ekki S. Og hann er að nota orðið ekki S. Af því að þú veist, þetta er bara skjöldur með einu svona strik í gegn. En þetta er S, skilur við mig. Eða þú veist. Já, ég fatt hvað við. Þetta er logo, skilur við. En já, þetta er ekki S. Klassískasta S-ið, það er bara full blown S, skilur við mig. Já, þá er líka bara spurning, smekksadri, fílar það ekki. Já. Ég væri til að sjá flottar S. Og kannski færa þessu þangað. Og ég meina, ef þetta er náttúrulega merki L, þú veist, þá kannski eftir að hann fattar að þau eru bara einhverjir vildi hann væri að drottni yfir jörðinni og búið til kvennabúr, þá kannski ákveður hann að sitja frekar á sig þess. Ég held þetta að breyta búninum. Ég held að vera ennþá flottari, sko. Það var stundum off fast mér. Mér er samt skemmtilegt með hann búninga, hann er að draga innblástur úr mörgum áttum. Til og með, hann er með svona New 52 hálsin, eða þú veist, kragan, sko. Og smá Kingdom Come í merkinu með síðan bara beltið, skilur við. Ég fíla hann alveg, en hann er með þetta svona smá þetta Marvel MCU overdesign, finnst mér. Já. Þeir eru mikið í þessu, setja ykkur svona línur sem að tákna einhvern veginn vöðva á búningnum. Það er bara, Superman þarf það ekki, sko. Og hann er líka svolítið baggy, hann er svolítið svona oft, finnst mér svolítið svona víður. Ég fatt alveg að hann á ekki að vera svona svo kavelbúningurinn var alveg bara, og líka þetta gömlu, svona skin tight. En ég er svolítið spennt að sjá hvernig þróun, ég væri til að veðja upp á að hann verður ekki allavega nákvæmlega eins, sko. Ég er samanlega, hann á pottið þar taka ykkur skrefum, og þetta er líka, finnst mér svona take sem hann býður upp á, hann gæti verið með annan búning, og hann er að fara út í game, eða eitthvað svona dót. Þyrfti það ekkert, skilur við mig, en ég var líka alveg, þegar ég var að horfa á þessa mynd, þá væri svona, shit, þeir gæti alveg hendi Death of Superman eitthvað mann, sko. Já, og ég skal lofa því að þeir gera það, ef Gunn ákveður að gera það sem að þú bara Doomsday kemur eða eitthvað og hann drepur Superman, þá er það gert í, fjórðu mynd. Já, ekki strax eins og Snyder gerði. Nákvæmlega. Allt það, þetta Justice League, það var alltaf fljótar að gera það, alltaf fljótar að drepa pappans, alltaf fljótar að drepa Superman. Það var ekki, það byggði ekki upp neitt. Nei. Og Gunn finnst mér bara í þessar mynd, það er svo mikið annað, drepa ekki Lex Luthor í þessar mynd. Þú veist, Marvel hefur svo aftur að gera, drepa þessa villins bara í fyrstu mynd. Þeir gera það allt of oft, sko. Og maður sér Marvel sjá eftir því, því svo er það bara eitthvað, við þurfum að redda Killmonger eitthvað cameo í Black Panther 2, er hann ekki bara eitthvað sín, eða...
þú veist. Ég þóla það ekki. Nei. Og þú veist, eða eins og í 89 Batman, þú drepur ekki Joker í fyrstu myndinni. Nei. Það er ekki bara Marvel, svona þegar það gerir það. Luthor er bara settur í fangelsi í þessari mynd. Ég væri alveg til að taka hans Luthor fyrir núna. Tökum fyrir þess að helstu, svo þetta Lois Lane og svona. Já. Ok, Lex Luthor. Sko, hann er náttúrulega bara hryggjarstykki í þessari mynd, þú veist. Þetta er saman þessi besti Luthor sem hefur verið í live action. Sko, allar klárlega að sko sumuleiti, en þarna ekki endilega uppáhaldsminn. Hver er þinn uppáhalds? Þú veist, málið ég bara... Eisenberg. Ég var að hugsa um þetta. Nei, ég var að hugsa um þetta í gær, ég var bara eitthvað. Ég held að Eisenberg gæti ennþá verið í uppáhaldi hjá mér. Nei! Hvað sagði þið dísið eftir okkar? Varst að tala um að þú fíla það? Þá held ég hafi mögulega sagt Gene Hackman. En ég fattaði bara, ég dýrka tekið hans á þetta, sko. Új, barasta. En þarna, ég haf bara lifað með því, það er bara mínir brestir að ég fíli þessi Eisenberg Lex Luthor. Nei, en Holt er geggjaður og Holt á pottinu þarf að koma meira, alveg 100%. Ég bara dýrka hann, sko. Það er bara, við sjáum hann í kannski færri aðstæðum, skilur við. Hann er rosalega mikið bara alltaf in control og með sínu fólki. Þú veist þannig að maður... Í þessari? Já, ég veit það ekki. Hvað er að trufla þig? Það er ekkert sem er að honum. Það er bara, þú veist, hann segir og Jesse Eisenberg gerir þetta líka, hann segir rosalega mikið hvernig hann líður og svona. Þú veist, hann er svolítið svona exposition, en það er náttúrulega handritið. Það er handritið og það er fyrst mér leiðilegt. Ég er svolítið sammála því. Hann fáið þetta. Get tekið undir það. En maður er svolítið mataður. Það er alveg, þú veist, ástæður fyrir, hann er bara í kringum fólk sem er að vinna fyrir þennan tíman og hann er bara að gera það mjög ljóst af hverju hann er að gera það sem hann er að gera. En ég held að hann hefði ekki þurft að segja það upphátt, sko. Við hefðum alveg getað skilið að hann er bara eitthvað... Sammála. Þú veist... Það buggaði mig, það er galli. Já, það er alveg galla myndinni. Þú veist eitthvað, hann er búin að vera að stúdera Superman í 3 ár og kann öll múfunars. Já. Við föttum það fyrir að horfa á atriði. Nákvæmlega, og þegar hann segir eitthvað svona, já, heldur að ég veit ekki að ég er drullu fokkin öfundsjúkur út í Superman, þú veist, þá er hann að snúa sér að mynda hann að segja, ég er drullu fokkin öfundsjúkur út í Superman. Við vitum það. Já, við sjáum það. Já, þú þarft ekki að matið dóni mig, ég er sammála. Þannig þarna, þú veist, þarna er handildi sem aðeins fokkar í honum, en sko Nicholas Hoult á bara geggjaður. Og djúðir hann vel út sköldum. Já, maður. Og hann er líka alveg svona stór og flottur. Og hann er svona eins og þessi smá grannur líka og hann er flottur í þessum fötum. Nákvæmlega. Ég vona, ég veit að við sjáum hann aftur. Ég væri mjög til að sjá hann líka fyrir 10 ár þegar Holt er bara aðeins eldri. Hann er svolítið ungur. Hann verið næstu mynd. Hann verið pottið næstu mynd. Já. En kannski er hann líka bara í Justice League 2 árið 2034 eða eitthvað. En nei, mér varst hann geggjaður. Og þetta er náttúrulega líka bara, þetta er náttúrulega langmest faithful takeið á hann sem hefur verið í teikmyndsögu. Nei, í kvikmynd segi ég. Líka, þú veist, James Gunn droppaði strax, þetta væri svona byggðið svolítið á All Star Superman. Og ég var svona, ok, það er alveg cool að draga innblástu þaðan. En svona nánast er þetta bara All Star Superman, sko. Eða, þú veist... Ólátt sér að lasa. Þetta er bara svo mikið, þú veist, það er svolítið Lex, skilurðu, að plotta. En líka bara hvað þetta er full-on comic book. Við erum kannski búin að segja það oft, en það er bara... Maður tekur það svo mikið út úr þessari mynd, sko. Ég dýrkaði að plana hjá Lex og hann væri að nota þarna, hann er með eitthvað metahumans, Engineer, Ultraman og svo er hann með hana The Raptors. Ég var svo 100% vissum, þeir eru basically í einhverjum svona prototípu af gallanum hans Lex. Já, því við sjáum hann ekki í gallanum, það er líka góð ákvörðun, ekki koma að það í fyrstu mynd. Það er þess vegna veit ég að við sjáum hann aftur, af því að, þú veist, þeir tísa basically gallan, finnst mér, með þessum Raptors. Sína hann ekki, þá bara veit ég að fá hann í gallanum eitthvað mann setna, sko. Algjörlega. Og þá er alveg bara raunverulega möguleiki að Lex verið, þú veist, alvondrikallin í einhverju annari Superman mynd. Sem að, hvað finnst þér það? Að verði... Kannski verið bara í Superman 3 Lex aftur alvondrikallin? Það gæti verið. Ég verði samt ánís, já, ég til það, en ég verði að koma inn á okkur og mér finnst það besti Lex Luthor. Já. Þetta er í fyrsta skipti, að nú er ég búin að sjá, ég horfði allt Smallville, ég elskaði Michael Rosenbaum, það var svona uppáhalds Lexið minn, sko. Og svona hvernig hann lék hann, það var svona flottur í Smallville. Auðvitað ég líka gaman ekki Gene Hackman og Spacey og eitthvað svona, ég þoldi ekki Eisenberg. Ég þoldi ekki þetta take hjá hann, hann var eitthvað svona tech bro. Mér finnst það ekkert skemmtilegt. Og nú er ég búin að sjá Nicholas Hoult gera sinn Luthor.
James Gunn gera sín Luthor, þá sé ég líka bara meira, vá, þú veist, þetta vil ég. Að ástæðan finnst mér besti Luthorinn, og náttúrulega bara hvernig hann leikur og allt það, og bara auðvitað, en við lúkið, þú veist, hann lúkar ógeðs að fá svo sköldur og í þessum jakkafötum. Þetta í fyrsta skipti sem ég veist Lex Luthor virka sem fáraleg ógn. Hann er svo mikil ógn í þessari mynd og hann er svo sjúklega klár. Það er alltaf verið að tala að Lex Luthor er bara einn mesti snillingur í DC heiminum. Þetta er fyrsta mynd sem ég sjá það. Það sem hann þróar í þessari mynd, það sem hann búin að gera og allt þetta, veist, allt þetta plott, hann klónar Superman, gerir Ultraman, setur hann í búning á öðrum gæja, að búa til svolítið þetta stríð á milli landa, hann býr til hennan generator sem fyrir í hérna pocket heim. Þá hugsa maður með sér, það þarf að stoppa hann gaur maður. Nákvæmlega. Það þarf að stoppa hann. Sko basically í öllum öðrum kvikmyndum, þá sjáum við hann aldrei gera neitt. Nei, og mér er alltaf þótt, af því að þú veist, það er aðal vondi kallinn í Superman-sögunum, það er Lex Luthor. Mér hefur aldrei fundist að vera ógn, nemi Templeton. Að þegar ég horfa á þetta, veist, Kevin Spacey að gera eitthvað, já, ok, Gene Hackman eitthvað, ég ætla sko, eitthvað, já, ok. En þarna, bara eiginlega, og líka ég hata hana Lex Luthor. Já, algjörlega. Hann er ógeðslugur. Og hann er líka fucking illur, motherfucker. Já, ég menn, hann er að setja fyrrandi kærustur í þetta fangil. Það er fyrir geðveikt. Fucked up, sko. Af því hann er fáiði og vondur, en líka snillingur, og hann er stór hættur. Og hann er morðóður, sko. Já, og hann segir mér þessi myndinni, þegar hann opnar þess að gjá þarna. Og þau eru bara fólki með hann, Lex, við þurfum að stoppa þetta. Þetta er að koma bara inn í Metropolis. Hann segir, nei, við stoppum þetta bara þegar það kemur okkur borg sem er ekki saman. Já, og hann er... Miljónir sem búa það. Og hann býr hann sjálfur. Já, þú veist. Þú veist, hvaða borg fílar hann sjálfur? Hann er bara það vondur. Algjörlega. Og ég líka elska þegar vondikallar fá að vera vondikallar. Nákvæmlega. Það er ekkert svona redeeming við Lex Luthor. Ekki neitt, sko. Og hann er svo vondur í þessari mynd. Og þegar hann er líka, þegar Superman kemur á skrifstofunas og hann er svona að drekka kaffe eitthvað alveg mjög rólegur og er eitthvað svona alveg fyrir kúl og segir síðan eitthvað svona, það þarf hann að ógist að ljóta hundin eitthvað sem engin annar heyrir nema Superman og veist, allt þetta, ég dyrki þetta og aftur með kæristunnar eins og ég var að lesa sem fólk er að tala um á netinu, hann er svo petty. Hann er mjög petty. Ég elska það. Það tónar líka við gæi sem að væri svona petty með fyrirverandi kæristunnar hann sé líka svona petty ef bara einhverjum valdamiklum gæja sem er ekki hans sjálfur. Og þeir eru svo mikla andstæður, bara geðveikt mikla andstæður í þessari mynd. Ég dýrkaði það og aftur bara, það skiptir mér svo miklu mála þegar ég verið að horfa á þessar Superman-myndir, þá hef ég, hann er ekki menn á stíla því það er auðvitað Zod og liðið hans, en þegar að Luthor hefur verið svona vondikallin, þegar ég heyrði eitthvað, já hann er vondikallin þessari, þá var ég pínu svona, okkur fæ ég ekki Brainiac? Eitthvað svona metall og eitthvað svona tiltölu að nýbúið að taka Lex líka já, og það var svona, ég er að Lex Luthor hann, veist, ég elska hann sem karakter í bókunum, þeir hafa aldrei náð mér í svona live action myndum svo sé ég holt legan og bara, þegar, ég veist að ég hef svo mikið bros þegar hann myndi byrjar og hann er bara svona 7A, 13C hann er að stjórna Ultraman eða berjast við Superman, þá var bara strax sem mér, ok, þetta byrja vel svo þannig að opna þetta eitthvað pocket heim, hann bjóð það til algjörlega. Bara shit, það þarf að stoppa henni gæja það er líka, þú veist, við erum kominir 10 mínútur inn í þessa mynd þetta er allt komið komin inn í, já, þetta er alltaf fyrst 10 mínúturum og þá er maður bara eitthvað byrju, þetta er ekki Man of Steel, þetta er ekki Iron Man skilur og mér varst líka oft tónlistin var að hitta dörlu vel í kringum það komið inn eitthvað svona smá hip-hop í dót þegar þeir eru að fara fyrst inn í þetta pocket dimension og maður er að átta sig á að það sé allt bara eitthvað stórt conspiracy og maður bara svona já, og ég fíla þetta er Lex Luthor plot já, alveg full blown tekið bara einhvern veginn úr eitthvað svona teiknum þetta sögur, það er bara yes, þetta er svona andstæmi, ég myndi segja þetta held ég bróðum þetta er andstæmi X-Men frá 2000 já, það sem þeir bara voru, það sem voru bara skömmuð sér fyrir shit, þetta er byggt á okkur myndasögum fyrir börn við getum ekki, fólk má ekki vita það Wolverine getur ekki gulum búning þetta er andstæð Gunn er bara með krypto eitthvað hliði, eitthvað pocket dimension þú veist, elska þetta og pocket dimensionið það lítur ekki út það er bara eitthvað svona, ég myndi lýsa það sem svona pixel 8-bit based designi einhvern veginn, en það er líka bara mjög svona frumleg hönnun, skilur. Þetta er allt
náttúrulega táknum sem koma skal, þessi heimur á aftur að bjóða upp á eitthvað miklu meira crazy heldur en við erum búin að sjá held ég, sko. Ég meina, hversu cool eftir þessa mynd að fá Brainiac inn í þetta. Þetta Frá er bara, Darkseid, Doomsday. þetta er universe sem bara krefst þess að fá þessa fucking gæja, sko. Já, en þetta var þess að ég óttaðist. Ég held ég myndi lappa út á myndin og vera bara svona, mér er drullu sama. En nú er ég spenntur. Af því mér finnst þetta verið í góðum höndum. Gunn er að segja réttu hlutina, hann verðist að fatta þetta og hann er alltaf algjörð comic book nörd. Mér finnst líka þó að þessi mynd sé svona super comic booky, þá er hún ekki, sko, heimskuleg. Mér finnst Og hún það er ekki. Mér finnst líka- það ekki barnamynd. Mér finnst þetta náttúrulega ekki barnamynd. Ég er búin að heyra þá gagnrýni. Mér finnst þetta eiginlega að vera mynd sem að er miðuð af fullorðnu fólki, sko. Ég sagði, mér finnst þetta að vera fjölskyldumynd. Og ég oft sagt að það er mikill munur á barnamynd og fjölskyldumynd. Ef það væri barnamynd, þá væri atriði með rússnesku rúllutun ekki í henni. Nei, nákvæmlega. Þú veist, það er Og það allt var rúllað. fucking dark shit, Já, sko. það var dark dót, sko. Og mér finnst líka bara trullega cool að, já, Lex er þarna bara drepur Mali, þarna falafelgæðan bara í, þú veist, skoti 2 í rússnesku rúllutunni, líkurnar voru ekki á því, sko. Ég var hissa. Já, Hann bara skotur í hausinn. og bara eitthvað 2 metrar frá Súbmann og Metamorfo bara brotna niður. Já. Og mér finnst það drullu cool, þú veist, þetta hefði getað verið 10 mínútur af Clark að vera eitthvað, já, viltu ekki hjálpa mér, en í staðin er þetta bara, gæinn sér Lex dreipuna gaur og hann er bara brotna niður og bara, ok, ég var að flýja þetta fangilsi. Svo er cool með svo kryptonitdótið. Ég elska að Frank Grillo, sem er náttúrulega Rick Flag senior, hann segir, kryptonit, því Lúþur okkar tala Það er ekki allt búið. það er bara ekki til að jörðinni. Já. Mér finnst það cool, að ég nenni ekki eins og það var svolítið í smólu, það var bara kryptonit í öðru hverju húsi. Það er náttúrulega bara bókstaflega öðru húsi í þennan þáttum. Þannig að pínum böggan, af því þeir eru lent alltaf í vandra með, veist, þetta er Superman, hvernig getur þú gert það berskjald og svona? En þú gera það svona. Nákvæmlega. Í þessu atriði, Lúþur ekki að beina byss á Superman. Ég drep þig og hjálp mér ekki. Nei, hann beinir svo saklausu manni. Þetta særi Superman. Hann vil hjálpa fólki. Það er atrið það sem að bjargar íkonna. Og þegar hann heldur líka, þegar hann að kaiju skrimsli, ég held að segja það atrið, jú. Já, þegar hundurinn er. Þegar hundurinn er, þetta er svo gott. Hann er þetta risa skrimsli að fara að traðka okkur litlum hundi og Superman heldur löppin hans og er að segja við hundin, farðu, og svo blæsa hann aðeins. Bara svona notar og blæsa hann burtu. Þetta er Superman. Algjörlega. Þetta vil ég. Og líka í þessari senu, þar sem hann er að berast í kaiju-gæðan, sem var mjög skemmtileg sena, og líka þegar maður sá trailerinn... Hann er ekki reyna að drepa hann. Og hann er bara búin að vera að reyna að rota hann, basically. Og svo koma hinnar ofurutjunar, The Justice Gang. Já, sem er líka þessu þau. En svo við þurfum að taka Lois líka. Já, algjörlega. Þarna, við taka svona 20 hluti viðbútt. Já, ég er bara svona 10. Nei, ég segi svona. En Guy Gardner, Green Lantern, Mr. Terrific og Hawkgirl. Og Mr. Terrific er bara eitthvað, hvað ertu búin að reyna? Og hann er eitthvað, ég er að reyna að taka hann að geða úr umfyrir án þess að drepa hann, sko. Kóðan og nefandi hvað ertu að tala um? Eitthvað, fyrir bara að drepa hann, skilur. Go for the eyes. Og þá allt í hennu byrja þessar ofurutjur að setja fullt af fólki í hættu. Og Superman er eiginlega bara í crowd control. Já, veist, af því að það segir mann líka, Superman, hann er að hugsa um fólkið. Hann er ekki bara að hugsa um eitthvað... Þetta er andstæða við lokaðri í mennstýl. Já. Og þeir svara... Þeir fara í gegnum öll húsin í Metropolis. Maður sér alveg í þessari mynd að hún er post Man of Steel, þegar við sáum líka að það vera að rýma fólki þegar, þú veist, þegar gjáin opnast, vítargjáin, þú veist, þannig að við erum alveg, sem er miðst bara allir góður, sko, en það er líka bara að virka vel í þessari mynd, þú veist, því að hún, Metropolis fyrir alveg algjört fokk í henni líka, sko. En hvernig fílaði þú Justice Gang? Einmitt, sko, við erum ekki glemma, ég ætla að taka líka Lois Lane, þess að helstu karaktera. Justice Gang, mér finnst einn karakter glataður í þessari mynd. Hawkgirl. Já, hún er eiginlega... Löduð í mér finnst hún helst bara veikast til hækkurinn í allir myndinni. Þetta öskur hana... Þetta er ekki karakter, þetta er bara... Hún er ömurleg. Tvívíður karakter. Mér fannst, sorry, þarna var ég að bakka með smá sem ég sagði. Mér leiðist svona sem þarna var smá tikkaði bóks. Við þurfum konu í Ítali. Hvaða konu getur við? Það er Hawkgirl. Sko, mér leið þannig, af því mér fannst hún ekki fá karakter. Hún fekk engan karakter. Máli er, ég held líka að þetta lið, það þurfti að allan að 3. Mr. Terrific er ekki í liðinu í góðan hluta myndinni. Ég fíla alveg Hawkgirl, núna... Ég finnst aldrei fíla hana karakter. Mér finnst hún og Hawkman, þetta er alveg bara... Mér finnst bara, hún er líka ung leikona, eiginlega bara mjög ung, og þú veist, ég fíla meira ef þetta er kona, sko,
en hún fær ekkert að gera, hún hefur bókstaflega engan persónuleika, en það á móti kemur, það svolítið mikið af persónum í þessari mynd og mér finnst allt í lagi að einn metahuman af, 7 eða 8 eða eitthvað í myndinni sé glataður. Ég ætla að segja einfaldur en vissulega, þú getur absolutt kliftan út úr myndinni án þess að myndin myndi líða fyrir það. Þetta öskur. Þetta var ræðið. Það líka ekki, þeir gefin ekki svona no pláss til þess að maður fá eitthvað sens fyrir kröftunum hennar. Það líka búningur hennar. Hvað gerir öskrið? Er það eitthvað vond? Nei, Já, þú veist. Ég held ekki, fáránlegt, og búningun hræðilegur, hjálminn hræðilegur, mér finnst það ekki það er svona passi ekki á hana. Sem ég fattaði með búningin þegar ég horfði á þessa mynd í annarskiptið, er að þau 3 eru öll í Justice Gang búning. Já, þannig að þetta ákveður hjálminn svona ljótur svona. Það má deila það, en það þýðir allan að búningurinn, því Guy Gardner búningurinn finnst mér fokkljótur líka. Já, en Mr. Terrific er cool. Já, hann er einn af 3 sem að þessi búningur virkar á, sko, en það þýðir að við getum mögulega fengið annan Gardner-búning og annan Hawker-búning setna. Mér finnst mér líka eitt, ég verð að segja þetta líka, því við erum búin að lofsama svolítið myndina. Það er svona einmitt, það er auðvitað ykkur gallar, eins og með Guy Gardner. Fylgjónu er allt og gamall, sko. Hann er gamall. Hann er allt og gamall. Hann er góður í henni, hann er allt og gamall. Hann er líka, hann er... Að ég elska Guy Gardner, sko. Comic relief í þessari mynd, og hann er mjög, mjög komiskur karakter. Guy Gardner er upp á Green Lantern minn, sko. Í sögun. Það sem Jeff Jones skrifaði, þá er Guy Gardner upp á skæði minn, sko. Ég er svona einfaldur, sko, ég er Hal eða John rugla, en ég fíla samt að, þeir eru ekkert að einu tíma í að útskýra Green Lanterns, þeir bara ganga út frá því að við bara annarkvort vitum hvað það er, eða að við þurfum ekki endilega að vita nákvæmlega hvað er gangi. En þú sér líka hvað hringurinn gerir. Þú sér bara, hann er að búa til eitthvað svona constructs, og hann er að gera, hafnaboltakylfur og grímur og hanska, algjörlega. Og þetta moment, fyrsta myndin sem við sáum á Superman var hann með eitthvað svona giant dót í bakgrunnunum með Metropolis og maður var eitthvað shit, er þetta climaxin á myndin eða, en þá var það bara eitthvað... Bara þróa í atrið. Já, og það var fucking fyndið og þá sjáum við, hann verið að gera hafnaboltakylfu og verið að slá þennan vittarpúka eða hvað þetta var sem það kölluðu þetta. Mér finnst það mjög gott stöf, sko. En Justice Gang, það er smá alltaf þjónustu söguna frekar heldur en að persónurnar séu geggjar, en Mr. Terrific kom reyndar mjög óvart. Mér finnst það mjög skemmtilegur. Það er líka karakter sem ég þekki lítið sem ekki neitt. Ég þekki hann mjög lítið líka. Já, ég þekki hann bara mjög lítið. Og ég, mesta hrós ég get gefið þeim karakter og leikar hans leikurann. Hann er bara mjög góður inni. Og mér finnst það tough look. Mér langaði að vita meira um hann. Maður bara, hvað guður er þetta? Hann er eitthvað genius. Já. Og bara hvernig hann talar og mér langaði að sjá hann eitthvað sparra á mútið Lex, báður eitthvað svona snillingar og allt þetta, þegar hann er að tala bara hvað, þetta er ástæðan, þú býrði ekki til þetta pocket dot dimension, sem hann líka gefa svolítið kynna, ég hef ekki geta gert þetta, þetta er bara stór hætl. Já, nákvæmlega. Hann er svona super scientist náttúrulega líka. Já, og hann er úkvæmst að klár. Þannig að mér langaði svona, wow, mér langaði að vita meira. Ég held að eftir þessa mynd, af því að ég held að hann er bara að fá frábæra viðtökur þessi karakter. Ég held að það sé alveg mögulegt og ég væri alveg til í að þeir skoða að gera eitthvað, myndum hann eða þætti eða eitthvað, sko. Ég get alveg trú að það gerist eitthvað með hann. Ég vona bara, ólíkt Marvel, þá vil ég ekki blóðmjólk geta alveg. Nei. Það þurfa heldur ekki allir karakter sín eigin mynd, sín eigin seríu. Nei, ég er alveg saman því. Marvel er að gera í dag, og þeir geta alltaf líka gert Justice Gang mynd eða eitthvað. Bara þetta concept samt, þetta er alltaf svona hérumbili eitthvað svona eins og Justice Society og væntanlega þróast yfir í Justice League. Já, mér finnst það mjög skemmtilegt og svona, þetta er öðruvísi leið til að gera það. Einhvern veginn, mér finnst líka, mér langar að nefna, þegar Batman v Superman og Justice League voru gerðar, þá var allir að gaggrina DC fyrir að vera að reyna að gera það saman Marvel bara hraðar. Já. Sem að mér fannst þeir klúðruðu og þeir voru kannski að gera það. Þeir voru alltaf mikið að eftir peningana. En það er ekkert fyrir mér sem segir að þú getur ekki kynnt 5 ofurutjur í einni bíómynd. Bara sem dæmi Fantastic Four myndirnar, skilurðu. Sem er alltaf 4, en ekki 5, en skeitt ekki öllum máli. Í þessari mynd, þá sáum við að það er alveg hægt að vera með ofurutjumynd sem er bara, það er allt út í ofurutjum og það er bara stemming. Já, algjörlega. En mér veist líka, ég var að koma að einu sem betur Green Lantern, þar sem ég fílaði líka við
að því þú veist að tala hann býr til fullt af dóti. Sko, ég hef svolítið gagnrýnt þessu Harry Potter, ég svolítið koma þess að því, þegar mig, þú veist, þetta eru galdra fólk, svo þetta bara brotar eins og byssur, boring, algjörlega, ef hann hefði bara verið að búa til bara eitthvað vélbyssur og eitthvað, og eitt skjöld, boring. Þetta líka Doctor Strange, það semi-basic magic. Já, ég veit það er svo boring, af því að hann með hennar hring, sem getur gert allt. Nákvæmlega. Þú getur búið til allt sem þetta eftir í hug, þá er svo gaman að nota það. Og þegar hann setur svona múli eitthvað yfir skrimsli, geðvegt. Algjörlega. Geðvegt. Hann notar hendur, býr til eitthvað svona hendur, fleygir skriðdryggum hann í stríðsatriðu, allt svona, baseballkylfa, eitthvað svona skutul og auga og kaijúr. Já, sem var svona fara svona hægt inn í auga. Það var ógeðslega óþægilegt að horfa það, sko. Geðvegt. Já, við sem ekki sé áður líka. Með svona gjallarhort þegar hann talaði fólki. Þetta vil ég sjá, þetta er bara beint úr sögunum, sko. Nákvæmlega. Er ekki með þess að gjallarhortin eitthvað sem við höfum séð áður? Já, það er öðruglega, sko. En já, mér varst það alveg cool, Justice Gang dótið, svona virka ekki. Lois Lane, við erum aðeins að koma inn á hana, hún var það reysa karakter í þessu. Og ég var spenntur fyrir brosnaðan sem Lois, kannski aðalega bara því að mér varst hún lít út eins og Lois Lane. Hvernig fannst þér hún og hvernig fannst þér karakter og það sem hún fari að gera? Sko því mjög sammála, þess að þú segir hún lítur út eins og Lois Lane, hún líka, þetta er svo mikið 2025 Lois, Kate Bosworth var rosalega mikið svona going back, þetta er bara svona modern take. Mér finnst hún bara mjög solid, sko. Mjög svona, hún er rosalega sjálfstæði karakter og bara með hreðjar, skilurðu, sem að Lois náttúrulega á alltaf að vera með. Sammála. Og hún er alveg svona cirka bát næst stærsta hlutverki í þessari mynd og bara rosalega lítið, hún er eiginlega mjög sjálfstæð í henni. Hún er rosalega mikið að vinna á eigin nótum. Sagan hennar er smá að það senast þriðjungina myndinni, þá er hún bara eitthvað svona flakkum Metropolis, svolítið svona... Við þú svolítið gleymast, við svolítið svona gönna, bara svona, hún verður að gera eitthvað. Já, og það fannst mér bara röng ákvörðuna því að þú veist, hún er þarna í Triffic-skipinu, hún tekur Jimmy Olsen með sér, Perry White, Cat Grant og einhverja 2 aðra eða eitthvað. Þú veist, það eina sem þau þjónusta í klæmaksinum er að þau eru að segja okkur, herru, oh shit, það er fólk á þessari eyju þarna, það er hætta, þú veist, þetta þurft ekkit alveg að vera. Þetta er ekki karakterunum leikonun að kenna, en eins og Perry White er bara að borða í skipið að reykja vindil og segja einhverja one-liners. Þetta var líka svona kannski eitthvað svona kapli sem var ekki að lyfta upp myndinni, sko. Gæti verið klift. Það gæti verið klift, bara án þess að eyðileggja myndina. Nei, ég er að tala um, kannski var þetta stærra, kannski var þetta lengra. Það gæti verið. Þetta virka, eins og Perry White, ég er eiginlega vissu að hann sé fleiri atriðum uppráðlega. Þegar hann skoti meira með hann er rosa lítið í henni. Af því að hann var alveg, þetta er alltaf skemmtilegur leikari og það er þetta gallið að þessi leikari er oft sett bara svona sama fasið, sko. En hann er alveg lofarulega góður, síðan Perry. Mér finnst það flottur, sko. Og Jimmy Olsen var mjög skemmtilegur. En Lois, þú veist bara, mér veist eiginlega, sko, nánast gallið að svo snemma sem að uppáhaldssenan með henni kemur, það er í íbúðinni. Já. Og það er drullu gott, og það er líka, hún er náttúrulega feitur blaðamaður, ég er bara að vinna sem fréttamaður núna, þannig að ég er basically svona mini Lois / Clark, sko. Nei. En þú ertu bæði. Hún er að spyrja spurninga og hún er ekki að, hún er bara, hún þó hún sé að, sko, yfirheyra, taka viðtal við kærasta sinn, hún veit að Superman er Clark, að þá er hún ekkert að bakka neitt, sko. Nei, og mér finnst það svo gæðið. Mér finnst það bara mjög áhugavert. Því henni finnst það fáránlegt, hann var að taka viðtal við sjálfan sig. Já, og hún er alveg að gagnrýna hann feitt. Og það lýsir sér líki að hún er eitthvað svona, hún er greinilega eitthvað svona hálfbrotin karakter að einhverju leyti til þess að ekki geta verið í samböndum og svona því hvernig hún er, því hún er svolítið svona confrontational, sko. Þannig að sem að kemur bara aftur sem við að tala á með að, þú veist, persónur í þessari mynd er ekki fullkomna, sko. Nei, hún er líka bara, hún er mjög sjálfstæð. Hún er mjög sjálfstæð. Og það er líka svona ein af örkum, hennar örk í þessari mynd er svolítið að hálfpartið finnst mér svona að taka sig í sátt og hann í sátt og í lokinu af myndinni viðurkenna fyrir sjálfur sér að hún elski hann, skilur við, og fyrir honum. Og ég bara á fulla vona á því að þau verið saman bara vonandi út þess að serju. Ég nenni eiginlega ekki að fá eitthvað svona back and forth hjá þeim, sko.
Nei, eitthvað svona on-off dæmi. Fuck that, sko. Nei, það er umulett. Algjörlega. Þú veist, þarna, þau eru byrjað að deyta, þau myndir byrjar og í lokinanni það var maður bara nánast bákið þegar að fara að giftast eftir hálft ár, sko. Þegar þú veist. Ég meina, Lois and Clark er eitthvað sem á að vera bara. Finnst Ég er mér. sammála. Ég held að gunfætta. Ég held að vera ekkert eitthvað svona, eitthvað kjaftaði eitthvað. Ég eitthvað kannski vilja því að hún fær alveg, ég meina, hún er að fljúga skipinu og svona, þú veist, hún fær alveg eitthvað að gera. Ég er ekki með lausn á þessu. Ég hef kannski einhvern veginn vilja hann að fléttast betur inn í söguna. Af því mér varst hún alveg flott og mér varst alveg cool sem fara að gera og svona að vissu leiti eins og þú talar um þetta aðrinn í íbúinu. Mér varst að geða þetta aðri. Ég geti trú að Gunn af eitt svolítið miklu tími að skrifa. Já. Og líka bara, þú veist, þetta við leikið og þetta virka svona mér varst að virka bara svo þetta var náttúrulegt, einhvern veginn á milli þeirra, þetta er eitthvað svona rifrildi, hún er að taka við þetta, ég skildi þau bæði. Þú veist, hann er bara hvað að segja, ég var að stoppa fólki fyrir að deyja, fólki hefði dáið, ég ekki gert þetta og hún er bara ekki, herðu, ertu múin að pæla hvað þú múin að gera, þú gerir þetta, þú veist, þetta er vina þjóðina Bandaríkjanna, þú ert náttúrulega, allt þetta, mér finnst það geðveikt, þessu konfliktar og bara dialógi og svona, þannig það er svolítið hápunktur kannski fyrir hana sem leikonu og karakter, af því að hún fær einhvern veginn ekkert almennilega svoleiðis atriði aftur. Svo er svona bara haldi í við Mr. Terrific, sko. Það er svolítið þannig. Og það er alveg svolítið skrítið, eftir mér finnst það virka alveg fætt í myndinni, en það er alveg random að það hefði ekki verið mín hugmynd að hún og Terrific væri svona mikið saman í myndinni, sko. Nei, mitt. En það virkar, alveg klálega, sko. Og það er líka, þú veist, það er svona sem er kannski gefin að hún er svona, hún er sjálfstæð, hún fer og hún næri Terrific og þau bjarga honum. Svo fer hún með honum alltaf á Kent bæinn og hún hefur bara ekki mikið að gera á síðasta hálftíma. Nei. Og þú veist, þau náttúrulega samt skrifa upp hérna frétt og birta að Lex sé á baku þetta allt sem að bara þarf ekki að gerast úr fljúandi furðuhlut yfir Metropolis. Þau hefðu getað bara farið úr bænum, skilur eitthvað. En þetta er eitthvað, ég veit ekki hvernig ég hefði tæklað þetta. Nei, maður er svona nitpicka kannski, sko. Já, en Jimmy Olsen kom mér líka óvart. Mér líka. Mér finnst þetta að fyndi, hann verðist ekki vera ljósmyndari að það, sem að skiptir ekki öllu máli. Nei, bara sé bara blaðmaður eða svona fréttamaður. Blaðmaður eða eitthvað svona aðstofmaður eða eitthvað. En hann er bara, hann er með svo fyndna örk í þessari mynd, hann er eitthvað svona kvennagull. Skemmtilegu leikari sem er ekkert svo myndalugur, sko. Ekki svona hefðbundu skilningar. Nei, það sem er náttúrulega fyndið að það eru bara eitthvað gellur bara í hrönnum og eftir honum og hann er með þess að íta hann bara frá. Já, og svo, þú veist, er hann þessi kærasta Lex sem mér varst það gott. Já, af því líka, svo er hann eitthvað sendir Lois allar þessar sjálfur sem að hún er búin að senda honum og eru með upplýsingum á bakvið hana og Lois eitthvað bara, þetta er dörlu heit gælla og hann eitthvað, heit gælla? Sérðu það ekki í sinni? Svo var mjög fyndið, þú veist. Það er það gott. Bara skemmtilegt en þarna... Gott twist á Jimmy Olsen. Já, og þetta er svona Jimmy sem ég vil fá meira af, sko. Ég líka. En það hefði alveg verið gaman að fá aðeins meira á honum og Clark, sko. Já, Clark er rosa lítið sem heit. Hvað fannst þér það? Það er aftur svona The Batman, svolítið. En mér finnst það allt í lagi, sko. Er þetta ekki sem við viljum? Vildum við ekki Superman? Og sem myndi líka bara á sem við ekki til flegi ferð, sko. Þú veist. Já. Hún er alveg frekar hröð. Hún er frekar hröð. Já. Og þess vegna vildi ég sjá hana aftur á hana, við tókum hana þátt. Hvernig var að leggja stíðið aftur? Sko, mér varst hún betri á öðru áhugaður. Ég geti trúið að ég að vera meira segja mér, þó ég sé hrifin henni, sko. Málega ég er að fara hann eftir. Já, ég vildi ekki segja við það, þá var ég að segja mér, gummið þá fattar að ég fílaði hana. Já. Ég er að fara hann eftir, svo taka eldri strákið mér með mér á hana. Já, fett. Hvað er hann orðinn gamall? Og ég þóra að segja þetta. Hann er nægilega gamall til að sjá sem mynd. Hann er nægilega gamall til að sjá sem mynd. Hann er búin sem Man of Steel og svona, og Infinity War og svona. En ég er svona spenntur að, mér langar svo að leiðum að upplefa alvöru bíómynd í bíó. Já, maður. Hann er búin svo spenntur fyrir, hann elskar Superman, sko. Hann er svona meiri DC-kætt eins og pappa sin. Já, bara, þú ert að þjálfan, þú ert að aðra réttu. Ég er alveg réttu. Það verður gaman að sjá hvernig hún fer í leggst í hann, af því að þessi myndi líka alveg finnst mér rosalega aðgengileg. Hún er alveg, eins og segja, aftur fjölskyldu mynd. Ég hugsa að svona flestir geta haft gaman að henni. Já. En svo er þetta alltaf með ýmsa sem eru bara, þetta er svo barnalega, þetta er bara hundur, hvað kjafta er þetta? Mér finnst það ekki barnaleg. Og ég held að fullt af fólki eigi eftir að hugsa það sem þú ert að segja og
ef einhver er komið þetta langt í þessum þætti sem er ekki búin að sjá þessa mynd og ætlar ekki að sjá hana, þá myndi ég þannig segja bara að þetta gefði henni sens, af því að krypto held ég svona að fyrsta sem fólk bendur á bara svona, nei, þetta er eitthvað ekki fyrir mig, en hann bara, þú veist, mjög skemmtlur. Hann bara skemmtlur í þessu mynd og hann langt frá því að vera mesta swingið í þessari mynd, sko. Og þú veist, það eitt joke í þessari mynd sem mér veist fokkið fyndið, og ég get lofað þér í að það til útgáfa þessari mynda sem það kliftið út, það hann að monkey chatbots jokeið. Já, þegar hann legg sem með fullt af einhverjum öpum. Já, hann fullt af öpum sem að búa til neikvæðar fæslur Superman, sem líka, þú veist, þegar maður horfir á þessa mynd aftur, þá hann strax bara eitthvað í annari senunni sinni bara eitthvað svona, já, orðræða á netinu gefur til kynna að fólk sé ekki svo ánægt með Superman lengur. Og það er allt hann. Skilur, og hann nefnir þetta svona þrisvar í myndinni að fólk á netinu sé brjálað, eitthvað. Og þú veist, og þá fattar maður, ok, hann búinn að vera bara í 2 ára eða eitthvað, bara að vinna að því að skemma ímynda þessa gaus. Og þannig að þetta joke, en þetta samt líka að segja þér hvað hann nöttar á því, og þetta miklu skemmtilega heldur en að við hefum skilur séð eitthvað inn í einhverjar búðir í Indlandi þar sem fullt af einhverjum indverjum bara venlega fólki, já, nei, það ekki að sama, sko. Nei. Aftur comic book mynd. Þetta comic book og þú veist, þegar þetta kom, þú veist, þá var ég bara, já, ok, þú veist, bara Mr. Mixie Spitlik gæti verið næstu mynd. Já, þú veist, þetta universe býður upp á hvað sem er. Svo þetta mögulega Mr. Mixie Spitlik í þessari mynd, þessi... Já, ég hef aldrei ekki satt nafn þess. Nei, ég er mjög góður í að segja þetta nafn. En þú veist hvað karakter ég að tala um. Þannig að einhver púki frá 5. vítinni. Ég held að mögulega sé þeir að segja að hann sé gæinn sem að berjast við í bakgrunum. Hann eitthvað svona, þetta er bara eitthvað interdimensional imp. Já. Það alveg basically nánast hvernig ég myndi lýsa það ekki kall með hatt? Mr. Mixie Spitlik. Hann það, sko. En hann getur, það alltaf bara útlitið sem hann velur. Já. Og hann líka skemmtilegu karakter að því leitunum til að, hann frá 5. vitinni, stramt til tekið, hvert skiptum hún sérðan, þó að sé í kvikmynd eða smólvil eða teiknmynd, það alltaf sami gæinn. Þegar hans markmið bara fuck í Superman í öllum vitum, skilur. Einmitt. Ég þekki hann ekki alveg nóg vel, ég þekki þetta nafn, sko. En ég segi að þetta deep cut lore, en það það sem þessi heimur finnst mér bjóð upp á. Við gætum séð hvaða funky karakter sem einhver tímann down the line, sko. Hvernig fannst þér Hasan í myndinni? Mér finnst hann hellaður. Og það kom mér mjög óvartundar, mér langar alveg að nefna það sérstaklega að cirka bát besta Hasan í myndinni Mr. Terrific. Þarna í búðunum við ströndina. Maður stöður þessu? Nýldrópi. Já, það svo sem alveg mjög gunnað moment, sko. Hann með bara mjög svipað moment í Guardians 3 sem svona nýldróp og one take, sko. En bara drullu svalt. En bara sömuleiðis barðanum með honum, þú veist. Betra menn á stíl? Ég ætla ekki að segja betur meðan stíl, mér finnst það náttúrulega alveg crazy, en þetta öðruvísi og það svona ákveðin áhersla finnst mér þarna á að, sko, málega þeir eru með, og því hann beristu Ultraman sem bara basically eins og hann, þeir eru með 2 þetta öfluga karaktera og þeir eru að kýla hvernig hann í loftinu eða eitthvað, þá ekkert til þess að gefa, sko, samhengi fyrir höggin, en í þessari mynd þá rosalega mikið þeir eru að neglast inn í hús og þá kannski klift, þú veist, yfir í töku af bara einhverjum stöndmenn og neglast í gegnum einhvern vegg. Þannig að maður fær alltaf svona raunverulegt, maður fær höggið og jafnvel í einhverju sem ekki tölvugert, sko. Þannig að það selur mann þetta rosalega mikið og svo þeir alveg svona svifaseinir að standa upp og svona, þannig að maður fær alveg svona, þú veist, maður sér alveg að hann finnur fyrir þessum höggum, skilur. Og hann oft svolítið tæpur í myndinni, skilur. Já, hann það, sko, hann berskjaldaður einhvern veginn. En ég veit, sko Hasan menn á stíl fyrst mér betri. Það eina uppáhalds Hasan-myndum mér. Já. Nei, mér bannast þegar Feora að berast við hann í bænum og það er bara geðveitt. Það sérðu líka, þegar hún berast við hermennina í menn á stíl, mörgulega nefndi þetta í DC þættinum, eða eitthvað svona Kryptonian kæmi til jarðarnar, það myndi berja svona. Mér varst hann gera svona ofurhraða mjög skemmtilega, sko. En ég spenntur að sjá með þessa aftur út frá Hasanum, en ég myndi alltaf skipta eins og ef ég myndi að gefa þessum Hasa 7 einhvern af 10, en þú veist, menn á stíl 9 af 10 eða 10 af 10, þá ég miklu frekar, ég alveg til að skipta á því, ef ég fæ söguna sem ég fekk, karakterina, þetta tilfinningalega moment, gæsahúð, næstu að tárast, þá vil ég það miklu frekar. Skilur þú? Bafi,
líka því ég nefni Mr. Terrific hasaratriða þarna, það var samt sennilega finnst mér skemmtilegasti á heildina karakterinn í slagsmálum í þessari mynd fyrir að The Engineer, þarna undirmaðurnas Lex. Mér finnst cool þegar hún bestu Superman. Já, mér finnst það mjög cool og þetta var eiginlega í fyrsta skipti síðan T2 þar sem við fengum nýjan cool Terminator. Skilur, hún svona, þú veist, að því að við erum búin að fá þarna TX eða eitthvað, Terminator 3 og svo erum búin að fá í Dark Fate og Genesis og allir þessu Terminator dóti. En þarna fengum við eitthvað svona nýtt take sem var svona klárlega smá innspóð af því, en þetta karakter úrbæði við The Authority. Þarna, Engineer. Mér finnst hún cool. Hún cool, sko. Og þú veist, og það var eitthvað, hún var svona, ég var bara hræddur við hana, eða svona smeykur, sko. Mér fannst líka, aftur, þetta hrós fyrir myndina, mér fannst þið ná, af því að hvernig við erum að tala um í Smallville, það var allir með kryptonite. Það er þeir lendi bara ykkur í vesni, hvernig getur við látað hann verið í hættu? Ég var alveg að kaupa það sem Engineer að gera við hann. Hún er með svona nanobots, setur það upp í hann og legg sig ef hana, fylltu lungunas, hún drepu hann, sko. Og ég var alveg bara, wow, hann er í hættu. Og þetta er ófæðilegt, sko. Já, þetta er ógeðslegt líka hvernig hún gerir þetta, bara hylur andlitið hans, en ég sem áhorfandi, þá er ég ekkert bara eitthvað, þetta er Superman, hann rústar svolítið. Þannig fekk ég alveg smá svona, wow, hann er í hættu og þetta er ekki kryptonite. Hei, skemmtilegt. Hvernig er alltaf Superman að redda svo þessu? Ég reyndi að vilja fá kannski eitthvað svona aðeins flottara, sko. Ég held að vera með eitthvað svona plan, en svo bara, ég ætla bara að fljúga upp og bara steypa mig niður aftur. Var það bara að plana þess? Já, og líka þau fljúga fokkin hátt og fokkin hratt niður og svo er bara eins og þau farið niður í jörðinu svona 10 metra. Já, mér finnst það svona pínuna smá steikt. Sett spurningmerki við það. Mér finnst það svona hefur með geggja hugmynd að eitthvað svona atriði svo bara, hvernig leysi ég þetta? Já, hann ger bara svona. Ég held alltaf að fljúga upp í game eða eitthvað, sko. Já, og ég held það með þetta. Hann myndi bara frjósa þau eða eitthvað. En á móti kemur að svo leiti þetta drullu vel út og þegar hann var að æla þessum nanites upp úr sér. Það var bara þetta er fucking nasty. Það er gunnlegt. Já, það er gun shit, sko. Það er horror gun. Hann var tegur hérna úr sér. Mér finnst það geðveikt. Þetta var ógeðfellt. Og þarna í mynd sem er ekki alveg þar vanlega, sko. Þannig að þú veist, líka bara hlutaði að þessi mynd gat komið mér á óvart, sko. Já, ég er að segja það. Hann kom mér á óvart og mér finnst gaman að hann kom eitthvað svona twist á að setja Superman í hættu án þess að við allir sem er kryptonite. Það verður svo fljótt boring. Og mér varst cool að hvernig hann leysir kryptonite með Metamorpho. Hann Lex Luthor-urinni. Nákvæmlega. Mér varst það cool. Metamorpho var enda líka, hann var miklu svalari en ég held, sko. Þegar hann breytir sér í svona rocket, þegar hann er bjargunum frá því að fara inn í svartholið. Já. Það var alveg bara svona, það var eiginlega, fannst mér, top 3 momentin, svölustu momentin í myndinni. Cool. Fucking money shotið í myndinni, þegar byggingin hrinur, hann bjargar konun í bílnum, og svo rís hann upp úr reiknum. Superman, það er svo gæð. Já, bara, já. Gæsahúð. Já. Gæsahúð. Algjörlega, sko. Ok, herru, ég er alveg svona tíma núna. Já. Við erum búin að bladrastu lengi. Já, svona fyrir einu mynd. Við getum endast að tala um þessum mynd. Þetta er búin að vera svona þokkald bíóblæður. Þokkald bíóblæður. Er eitthvað sem dettur sem hug strax varðið þessi mynd? Mér langar að fara aðeins í lokin. Já. Í svona DC-dótið og framtíðina. Er eitthvað annars að koma á framfæri varðandi Superman? Það var sem við hefum ekki nefnt. Það var eitthvað sem ég ætlaði að segja með það. Við erum búin að fara yfir heldur mikið, sko. Við erum kannski búin að covera hana ágætlega, sko. Já. Hawkgirl. Nei, kannski bara lokum, þú veist, Ultraman, kemur ljósa, hann er svona cirka bát Bizarro. Þetta er Bizarro, fyrst mér, já. En svo er mér áhugavert að þegar þeir taka grímun að hannum, það er hann basically með mölletin og hann er náttúrulega svörtum galla. Hann er líka eins og take á Death of Superman. Já. Og hugsanlega merkjum að þeir ætli ekki að tækla það, sko. Það gæti verið. Ég vil, ef þeir gera það, ég er enda þól ekki þá bók. Death of Superman. Ég er með svo búin að lesa hann nýlega aftur fyrir strákið minn. Þú drepur ekkert Superman. Nei. Og eitthvað svona, þú drepur hann ekkert bara með eitthvað svona pure strength. Mér finnst líka óþarf að fara á þangað núna eftir það var gert náttúrulega Superman. En líka bara ég er alveg samanlegaður, málið er Death of Superman, hún er bara rosalega innihals lítil saga. Það er bara stór fight. Og gallinn sem að Ultraman er í minni svo sem líka á containment, gallanans Doomsday. Já. Þannig að ég held hann sé að segja við erum búin að afgreiða. Já, þetta er eiginlega bara Doomsday þannig, sko. Já. Sem er bara cool, sko. Já, það er alveg cool. En ég var alveg til að sjá mitt í næstu myndum bara Superman verða þessum vendara jarðarinnar
En þú veist, ekki drepa hann. Nei. Það var líka gert allt og snemma hjá Snyder. Já, allt og snemma. Christopher Nolan barðist vist gegn því. Þú veist bara eitthvað, þú ert ekki að fara að drepa hann gæja í mynd nr. 2, sko. Og Snyder var bara eitthvað, jú. Já. Við langar að gera það. Ég ætla ekki að byggja neitt upp. Það var klúður hjá. Já, herru, förum aðeins í smá svona DC í framtíðina, þannig að þið sem vildu bara hlusta á Superman-þáttinn, þið geta á slögt núna. Við ætlum að taka smá svona bónusefni í lokin. Við erum alltaf báðir spenntir fyrir DC-verkefnum. Næst er Supergirl. Það er engin þættir á milli þannig. Ég held að Supergirl komið fyrst. Ég held það líka. Og svo Lanterns eða Clayface. Ég held að það sé eina sem er svona á næsta ári. Lanterns lítur að koma 26, þegar við byrjar að skjóta seríuna. Ég held að þessu svona cirka búnar að skjóta líka Supergirl. Já, einmitt. Þar fáum við Lobo. Vá, hvað ég er spenntur maður. Það er líka bara, Jason Momoa, auðvitað hann að leika Lobo. Hann er ekki Aquaman. Þetta sagður líka, ég man ekki, í einhverjum Ég spúið að segja því voru ekki ágummi. En það verður þetta líka, talandi það, þá man ég að þú nefndir hérna karakterina sem þú vildi sjá í DCU og þú nefndir Lobo með mig. Svo voru ykkur 2 aðrir sem heldur sko líka búið að annonsa. Manstu hvað gæði þú varst að tala með? Nei. Nú er ég að fucking... Þú ert að muna þetta! Ég hætti að skrifa það niður. Ég skil ekki maður það, en við erum að fá það sem að byggjum, sko. Já, ég vil náttúrulega Brainiac, ég vil hann. Almennilegan, flottan Brainiac og auðvitað byggja sinni upp að Darkseid og því, ég til í það. Ég held hljóti að vera að fara að gera það. Ég vil fá þetta allt. Ég vil fá, þú veist, þetta er ekki Kalibak, sonur hans, ég vil fá alveg, já, bara alvöru Núfgods skólan, sko. Já, og líka Big Barda og allt þetta lið, Apocalypse-dótið. Mr. Miracle og... Já, bring it on. Ef þetta er vandað, þá get ég bara ditsa þetta Marvel-dót og... Mér finnst ekki gaman að þú nefnir Kalibak, ég væri til að fá alveg svona full-on Kalibak, Orion, Darkseid, Hi-Fi dæmi, sko. Já. Það gæti alveg komið, 10 ára eða eitthvað. Algjörlega. Ég til það. Og ég vil ekki fá það á næsta ári. Nei, einmitt. Takk ekki bara tíma. Ok, þannig að þetta er það sem er svona væntanlegt og við erum spenntið fyrir þessu. Förum aðeins bara stuttlega við erum í lokin Creature Commandos, sem var einni teiknuð sería sem að Gunn gerir líka. Hún kom út á undan Superman, þar sem er með svolítið svona Suicide Squad feeling, svona karakter sem kannski fólk þekkir ekki mjög vel. Og svo sería er hlut af sama heim og Superman. Já, það er DC Universe. Já, fyrsta svona official DC Universe stótið. Hvernig varst þessi sería? Við erum aðeins búin að ræða þetta á Instagram. Já, eiginlega aðeins mikið. Nei. Ég var að fara fínt í þetta, gummi. Já, en hún er sko, ég hafði þræl gaman að henni. Hún er ekki gallalaus samt. Hvað var þetta? 6 eða 8 þættir? 8 þættir? Já, það er ekkert svo mikið. Eitthvað svo leiðis. Og þeir voru stuttir. 22 mínútur eða eitthvað. Það sem kom mér á óvart og ég hefði viljað sjá öðruvísi í þessum þáttum var að þetta er svona svolítið svo Suicide Squad, þetta er svona teymi af einhverjum skrýmslum, einhver svona misfits sem að fara í einhver svona aðgerð á vegum bandaríska hersins eða hannig. Sem Gunn getur skrifað í svefni. Hann gæti að skrifa þetta bara upp úr einhverjum drögum sem hann notaði ekki að Peacemaker eða. Og einnig helgi. Sko, Rick Flag, leikinn af Frank Grillo er í þessu, sem er líka í Superman, það er svona helsta tengingin á milli kannski. Það sem ég fílaði ekki var að þetta er bara eitthvað svona einföld saga. Það er einhver einræðisherra í einhverju ríki í Austur-Evrópu sem að er líklega að fara að reyna að taka yfir heiminn og maður er alltaf bara eitthvað svona, já, þetta verður cool svona fyrsti þáttur. En svo er þetta öll serið. Ef þetta hefði verið meira eins og bara DC Animated Universe, þar sem að kannski, þú veist, 2 þættir hefði verið þessi saga og svo hefði 2 þættir bara verið eitthvað allt annað og 2 eitthvað allt annað, þá hefði ég pottitt fílað þetta meira. Það var rosalega einfalt. En þetta hefði alveg verið hægt að gera þetta svona, nema, þetta er einfalt, það er í raun og veru engin dýft í seríunum, sko. Ekki í þessu, það er dýft í karakterunum. Já, en þú veist, svo fyrir hver þáttur að fjallast hvert karakter verið sig, ég bara vilja hafa það lengri og maður smá ræða fyrir rosa stuttir, sko. Mér finnst þetta fínt. Mér finnst ekkert eitthvað brjálæslega gott og mér leið eins og hann hefði skrifað þetta bara einnig helgi. Já, mér finnst skrítið, þú veist, Peacemaker. Mér finnst húman heldur ekki verið alveg. Stundum alveg.
stundum, en eins og í Peacemaker, ég hló oft þá. Sko, Peacemaker er náttúrulega bara, mér finnst þetta sem ég sé. Mér finnst það eftir sig. Ég ætlaði með að segja að, þú veist, þegar hann skrifaði það, sem hann held ég hafa sagt á sín tíma, hann gerir bara einn helgi eitthvað, þá hefur hann verið bara haldið á þessu og bara, hvaða snilld var ég að geis út mér hérna, skilur Já. En þarna gjóðs út mér, en sko, Creature Commandos er svona dót, þú skrifar þetta og svo getur alveg horta á þetta og svona, þarf ég að segja þessu? Nei. Einmitt, hvað var point? Þau, sko, útlitið var flott. Já. Ég fílaði útlitið. Mér finnst útlitið á því bara að vera flottustu teiknu óverötu þættir sem hafa verið gerðar á síðustu 10 árum, þú veist. Já. Og langt flottari heldur en, þú veist, Marvel What If eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að það er alveg, þú veist, ég var ekki óánægð með það. Mér finnst Hasaran líka mjög góður í. Og þeir eru blóðir, þetta er svona R-rated dot. Já, þeir eru grófari heldur en Superman, klárlega. En það var líka annað, þú veist, eftir að horfa á þessa þætti, þá hefði ég alltaf verið brjálar ef Superman hefði ekki verið eins og hún var, því þessi þættir rosalega mikið, þú veist, Clayface er í þeim og bara þetta lið, þetta teymi, Dr. Phosphorus og bara, svo, þú veist, bara Frankensteins monster og eitthvað. Þetta er mjög weird stuff og þetta er mjög comic booky stuff. Þannig að það var líka þetta loforð að þessi DC Universe yrði þannig, sko. En það er bara, það er eitthvað, það vantar alveg eitthvað mikið í þess að hætti, sko. Já. Önnur serja gæti alveg bjarga þessu, sko. Gæti bjarga þessu, en svo er líka bara spurning, hann er að skrifa svo mikið, maður. Þetta er, og það er kannski að halda gæðanum uppi. Kannski. Förum aðeins í, því ég er eiginlega að renna út tíma hérna. Ekki mál. Ég er að fara í bíó. Já, ég er að fara í bíó, komið. Hvað, fara tvösýningu það? Já, ég er að fara núna bara 2:30 bara með stráknum. Svona fullorðins sýning. Þess að þú ert fullorðin maður, þú átt börn, þú ert með þína skildur, þannig að þú fær snemma í bíó. Já, einmitt. Ég má ekki voru að segja þetta, ég þarf líka að borða hann í að fyrir bíó. Allavega, bara í lokin, Penguin. Það er alltaf tengist ekki mynd þessu. Nei, en hefur þú talað eitthvað Penguin í þættinum? Ekki mikið, held ég. Mér finnst það æðislegir. Mér finnst það bara fucking hella, sko. Mjög góður. Ég líka bara... En ég vil ekki aðra serju. Nei, ég er mjög sammálaður. Ég vil ekki eitthvað Penguin Season 2. Líka bara, þeir sko gjörbreyttu karakternum frá því sem hvernig ég leit á hann eftir myndina. Já. Og í raun og veru breyta líka Falcone alveg helling. En þetta var mjög smekklegt. Mér fannst þetta ekki taka neitt eiginlega of langt í þessum þáttum. Ég er alltaf leið og ég, sko, þegar ég var búin með 4 þætti eitthvað, þá var ég svona, shit, þú veist, eftir Falcone þáttinn, ég verið að horfa á The Batman aftur til þess að sjá hvernig ég túlka Falcone núna. Já, mitt. Og svo kláraði ég seríuna og ég bara byrju, shit, núna þarf ég að horfa á myndina aftur, af því núna þarf ég að sjá hvernig ég túlka Penguin. En það helst vel í hendur, það er svona saman. Þetta er mjög svona companion piece. Sískina project, sko. Mér hefði aldrei grunað að þeir myndu taka Penguin í þessa átt. Þetta er alveg virkilega dark sería, sko. Já. Þú veist, og hann fekk líka að vera vondukall. Algjörlega. Hann er algjörð ógeðs í gæi. Erum við spoilers á Penguin, eða? Já, en að spoiler fyrir Penguin. Spoiler, ok, bara þú veist... Allir sem hlust á hann það var sér. Já, bara sko shitið þegar það kemur ljós að hann fucking drap bræðu sinna. Og það er svo hræðilegt, sko. Og það er svo margt, það er svo mörg moment í þessum þáttum, maður er eitthvað svona, í byrjunum er svona, hann er eitthvað létt miskil, hann vill alveg vera betri heldur en þessi krimma, sko. Er hann ekki smá anti-hero? Nei, hann er ekki anti-hero. Hann er sko verstur af öllum þessum gæjum, af því að hans eina reglan sem hann er með bara, hann vill ekki tengjast neinum svo það sé ekki hægt að sigra hann að neinu leiti, skilur, þannig að hann er bara alveg kaldur, sko. Og þegar serien endar, og við viljum það vera að spoila svona, sorry, þeir sem er ekki búin að Penguin. Þegar serien endar, og hann er búin að gera sem hann gera, hann dreipur strákinn sem er búin meðan allar seríun og eitthvað svona, og hann er bara, þú sér bara, já, alveg, þetta er supervillain. Já. Þetta er ekkit góð, þú veist, mér finnst oft í þúalið þekki, að hann gera, ok, nú eitthvað random, Fast and Furious, taka eitthvað villain, svo er þeir alltaf góður í næstu mynd. Nákvæmlega. Leiðið vonduköllunum, eins og Luthor í Superman, hann er vondur. Ég vil finna fyrir því, eins og í Penguin, þegar hann er bara on top of the world, þannig að bara, ég er bara hann glæpa kóngurinn hérna. Og ég held með þess að segja eitthvað, eða kona sem hann með eitthvað, getur engi stoppaði núna, baby, eitthvað, svo bara skota auðan og búm, Batman-merkið. Nákvæmlega. Gæsóð. Þetta er gæi sem Batman verður að stoppa. Algjörlega. Hann stór hættulegur,
og klár líka, rosa metnaðarfullur, samum alla, það þarf að stoppa hann. Þannig vil ég vondukallana mína. Þeir þurfa ekki að vera einhverja anti-heroes eða með eitthvað svona redeeming, eitthvað eiginleik, bara, nei, þeir eru bara vondukallar. Eins og Lex. Bara fucking slæmur. Það þarf að stoppa þessa menn. Nákvæmlega. Og þú þarft hetjur, ofurhetjur til þess að gera það. Algjörlega. Og bara, ég var líka mjög ánægð með, þú þeirra væntanlega að tekja 100 samræður það bara, eigum að láta Batman koma í þessum þáttum. Ég er svo glaðan að koma ekki. Af því að bara, það þurfti ekki að vera það. Þurfti ekki. En ég elska að Batman merki komið í lokin. Algjörlega. Það var bara mjög gott svona referens. En shit, ég get ekki beðið eftir Batman 2 lengur, sko. Nei, þetta er rosa langt hlé fyrst mér. Þetta er 5 ár. Þetta er bara... Þetta er lengra heldur á milli Dark Knight og Dark Knight Rises og Nolan gerir mér þess að mynda milli. Nákvæmlega. Þetta er svolítið langt, sko. Vonandi byrjaði að skjóta bara þessu árið eitthvað. Ég hefði alveg, sko, auðvitað vil ég bara fá góða mynd og ég til að býða og allt það. En, sko, ef hann gerir þetta sem ég talaði á hann, ég byrjaði þáttarins, ef þetta er þannig að, herru, svo kemur 3 og það er bara 2 áriðina. Já. Hún kemur 29 eða eitthvað. Þá mun ég fyrirgjára svo mikið. En ef þetta kemur nú 2, 27, og já, segjum bara hún sé góð. Svo bara Reeves þarf að skrifa aftur, það eru 4-5 ári næstu, það verði pínu fúll og þá finnst mér svolítið svona, eins og Pattinson sagði sjálfur í viðtali, ég skal lofa þetta buggar hann, sko. Já, hann bara, ég er bara gamall þegar hún er að taka upp þessum myndir. Af því að pointi var að þetta er þessi yngri Batman og hann er svona að byrja. En hvað verður Pattinson gamall þegar hann ætla að gera 3? Nákvæmlega. Af því að það er búið að tala um þetta eitthvað svona 3-leikur, sem ég er alveg til í. Já. En ekki að taki 12 ára eða eitthvað. Nei, þeir hljóta að vera að fara að drífa sig aðeins með þetta núna, sko. En þeir hafa náttúrulega, Gunn hefur sagt þeim, takið eitthvað tíma með handritið. Já, hann hefur sagt það, ég ætla ekki að gefa grænt og svona eitt nema að handritið sé gott. Nákvæmlega. Ég vona að standa við það. Það hefur skipt málið, sko. En eitt að lokum með Penguin, bara því að þarna erum við með heila seríu með Colin Farrell í aðalhlutverki. Já. Djöfull er hann góður í að leika í þessum fucking búning, maður. Hann er alltaf bara geðugur leikar yfir höfuð. Algjörlega. Vannmetinn leikari. Já, maður. Hann hefur verið í nokkrum af uppáhaldsmyndunum mínum eftir Martin McDonagh, In Bruce, Seven Psychopaths og Banshees of Inisherin. Hann er fucking frábær í öllum, sko. En bara augsvipirnir, sko, allt sem hann gerir bara með augurum, með fullt af einhverju latex og shit í andlitinu. Þetta verður persóna. Algjörlega. Þú ert ekki að vera Colin Farrell. Og hann er bara hvernig tala, lappar og allt þetta. Ándjóks. Geðugur. Þetta fucking göngulega. En bara brilliant þættir, sko. Brilliant þættir. Við verðum bara stútt svona okkur svo ég verð ekki seinn. Þetta var ógeðslega gaman og fyrir ykkur sem að hlusta núna eða að horfa á þennan þátt, ég er svona að fara að detta almennilega í gang. Mér langar, eins og aftur, ég er í sumarfríi, mér langar svona að taka fyrir Superman og svo núna framundan út á spilinu, þá er ég að fara að taka upp fleiri þætti og gera svona, ég hef margar hugmyndir, nokkur sem ég er búin að plana og líklegast bara þegar strákurinn við byrjar yngri í leikskóla, þá hef ég aðeins meiri tíma, sko. Það var svolítið mikið svona púsluspil fyrir okkur. Sjáum þessi börn okkar, en líka gaman, auðvitað. Þannig að fylgistu með og fylgjum mér auðvitað á Instagram, Bíoblaður, Gummi, þú kemur síðan bara í Pól Verhoeven þátt. Já, algjörlega. Jósti og Kitta, það er svona planið mitt. Vonandi fyrir jól. Alltaf kannan talaði, Gummi. Takk fyrir. Takk fyrir að fá mig heim sem maður.